Komiði sælir, áhorfendur góðir og verið hjartanlega velkomin í beina útsendingu frá Íslandsmeistaramóti Símans í netskák. Ég heiti Björn Jón Karlsson og með mér í kvöld til þess að lýsa skákunum er Ingvar Þór Jóhannesson. Hér munu stórmeistararnir Helgi Ólafsson og Hjörvar Steinn Grétarsson tefla einvígi Íslandsmeistaratitilinn í netskák. Þeir tefla sem sagt hraðskákir með tímanum 3+2. Svo sem er fyrstu til að fara yfir 5 vinninga verður Íslandsmeistari. Við Ingvar erum konum með Helga Ólafsson til okkar hérna í stúdíóið og ætlum að spyrja hann á nokkrum spurningum. Helgi, verður velkominn. Já, takk. 16 af sterkustu skákmönnum landsins hófu keppni á þessu móti og þú ert komin í úrslitin. Hvernig ná menn slíkum árangri í skáka þessu tagi? Já. Þetta er nokkuð góð spurning. Ég held nú reyndar að taflmennskan hafi nú á köflum verið nokkuð góð. Ég ætla ekki tekið frá einhverja skáki sem ég get verið sæmilega sáttur með, sko. Og aðra sem voru, það var mikið af mistökum og maður sér þetta náttúrulega þegar maður fer yfir þetta með vélinni, sko. Eða þessi forriti sem að leiðbeinumönnum á chess.com. Þannig að maður fannst þetta nú vera frekar auðveldir sigrar móti Þresti og Birni, en ég var í smá vesinni móti Braga. Mér náttúrulega spillir dálítið þegar maður sér ekki máti í 3 eða 4 leikjum, sko, eða missir af því, sko. Já. En þetta var dálítið erfitt í upphafi þar, sko, en síðan fór ég nú að tefla þokkalegum styrk, sko, held ég. Svona miðað við, þetta er náttúrulega engin tími sem menn hafa og það er náttúrulega svakalega mikið spurningum dagsformi, sko. Já. Geta menn með einhverjum hætti undirbúið sig fyrir einvígi þessu tagi? Ég held að það sé alltaf hægt að undirbúa sig fyrir skákmót, sko, alveg sama hvaða hvers konar skákmót það eru, skilur. Þú þarft bara að vera bara kannski að tefla eitthvað, sko, einhverjar byrjanir og svo framvegis og gírað upp, sko, og mæta óhrættur til leiks og reyna að hafa gaman að þessu. Það er nú það sem hefur reynst mér einna best, sko. Já. Er ekki svolítið svona munur, kannski munurinn á skáka við borð og netskák, hann er töluverður, finnst það ekki? Jú. Ég sé að þú nú verið að æfa svolítið, ekki? Þú verið að tefla svolítið á netinu núna. Já, ég hef aðeins æft mig þegar ég er að fara í einhver mót, sko. En það líður oft mjög langt á milli, það er kannski hálft ár eða eitthvað álíka, sko. Og þetta mót byrjaði nú í september, ef maður rétt, og nú er komin desember. Þannig að ég hef tekið smá rispur svona aðeins fyrir þessi einvígi, sko. En það eru margir, þetta er náttúrulega mjög þægilegt að fyrir til dæmis unga krakka að æfa sig í dag. Það er þessi forrit öll sem eru þarna og fylgjast með og svo framvegis. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlega breytingar sem hafa orðið á umhverfis skákarinnar á síðustu árum, sko. Já, þetta er eiginlega bylting. Já, það er í raun og veru ekkert annað. Svona þekking sem menn kannski byggja upp með bókum í gegnum ár, að menn geta náð sem þekking á vikum að mánuðum bara í að leysa þrautir og Já, það er málið, sko. Ég held því nú reynda fram að gamli skólinn, hann dugir nú dálítið ennþá, sko. Já, hann heldur vellega mörgu leyti. Já. Við sjáum það líka bara hérna í dag í úrslitunum. Já. Mættur hérna sem að verja gamla skólann, má heila ég segi það nú kannski ekki, en ég held nú að Hjörvar hafi nú til dæmis aðlist að einhverju leitu upp í gamla skólann, sko. Já, þú hefur nú kannski einhver svona áhrif á það. Já. En þú allavega átt skila að vera hérna og mjög vinna mjög samfærandi sigur á eins og það er á móti Þresti og Birni. Já. Heldur betur. Og svo sýndur mikið karakter fannst mér á móti Braga og lendir 2,5 undir í stuttu einvígi, unnið tilbaka, lendir aftur undir, en er svo að klára það. Já. Þannig að það getur mikið gest í svona stuttum einvígum, þannig að þarf að sína karakter. Engin spurning, sko. Já. Nú áttu þið Helgi, þið Hjörvar, þú komst náttúrulega mikið að hans þjálfun og uppvexti í skákinni. Já. Hefur þetta einhver áhrif á einvígið í kvöld? Nei, í raun og veru ekki. Ég vil nú samt taka það sérstaklega fram í sambandi við, sko, þjálfun og hana í þeimdur, sko, að þú getur náttúrulega verið að hjálpa krökkum eða ungmennum með eitt og annað í sambandi við skákinn. Þetta liggur alltaf hjá hverjum og einum. Og stóru framfarirnar koma þegar að
menn eru tilbúin til að leggja eitthvað á sig sko, eins og hann gerði og má kannski segja að það sé svona hlutverk okkar sem erum að þjálfa og kenna að særa svona út svona eitthvað ranghugmyndir skák sko og koma mönnum á beinubrautina sko. Akkurat. Já, kæra áhorfendur, við látum þetta vera lokaorðin í spjall okkar við Helga Ólafsson. Við óskum honum góðs gengis í einvíginu við Hjörvar, hann fer að gera sig kláran og við ætlum að fá núna Hjörvar til okkar í smá spjall og heyra hvernig hljóðið er í Hjörvari fyrir einvígi við Helga. Þeir eru að fara að gera sig klára í hörku spennandi einvígi og það verður gaman að fylgjast með því sem gerist. Já, Helgi, gerist þeirra á milli. Hjörvar kemur inn, bara gangið vel. Takk fyrir. Þeir tefla sem sagt einvígi eins og hefur verið hingað til í mótunum svona tíminn 3+2 og fyrstu til að fara yfir 5 vinninga verður Íslandsmeistari í netskák. Og nú er Hjörvar að koma sér fyrir hérna hjá okkur. Hjörvar, verður velkominn. Takk fyrir það. Þetta hafðist. Hvað segirðu, hvernig hljóðið þið svona fyrir einvígið? Já, bara ágætt sko. Já. Mér er þetta meinilla að tefla á hann Helga. Þið erum meinilla, já. Geturðu útskýrt aðeins fyrir okkur? Hvað? Já, það er eiginlega ekkert upside í þessu sko. Ef ég vinn, þá er ég leiður út af Helga. Tapa, þá er ég leiður út af mér. Já. Og örugglega líka út af Helga því hann verður pínu leiður að vinna mig. Þannig þetta er í rauninni bara, þetta er afleitt það til að vera í. Já. Þannig að þetta er eiginlega ákall til annar íslenska skákmanna að tefla betur, vil ég meina. Já. Ég myndi Vigni aðeins á það hérna rétt á hann í stegina að þýtti ekki að vera með 2, vil ég meina, oldtimers hérna í úrslitum. Já, þú lítur á þig sem einhvern oldtimer í þessu. Er það ekki svona þetta fríspil sem að fjórmenningaklíkan er búin að vera með í 20 ár? Já. Geta sagt að þessu hættir en samt einhvern veginn stúderandi öll kvöld. Akkurat. Já, svona laumustúdera. Laumustúdera. Þú tengir meira við Helga heldur en yngri kynslóðina? Já, Helgi er auðvitað bara ástæðan fyrir ég er hér. Við tölum bara mjög hreint út að ég hef aldrei orðið stórmeistari ef ekki hefði verið fyrir Helga. Og það er bara eins og það er og naut mjög góðs af hans leiðsögn og ég held að fleiri geti sagt það sama eins og Vignir og aðrir sterkir skákmenn. Þetta er alltaf blendandi tilfinningar að tefla læriföðurinn. Já, einmitt. Við spurðum Helga eins sem er út í þetta, hvernig svona ykkar samband varandi þjálfun og þinn uppvöxt í skákinni, hvort það hefði áhrif á einvígi kvöld og hann gaf kannski ekkert endilega mikið út á það. En hérna, hvernig undirbýrð þú þig fyrir einvígi þessu tagi, alveg sama hver anstæðingurinn er? Sko, ef ég á að vera alveg hreinskilinn þá undirbjó ég mig ekki fyrir þetta einvígi. Ég gerði það fyrir hinnir mín, en það var eiginlega meira bara svona andlega að einhvern veginn að gíra sig upp í að vilja vinna Helga, ef ég á að vera alveg hreinskil. Af því að yfirleitt er ég bara mjög mikill keppnismaður og mér er alveg sama hvort að það sé sonur minn við matarborðið eða einhver skák á Íslandsmótinu. Ég vil alltaf vinna. Þannig að tefla við Helga í þessum aðstæðum, það sem hann er búinn að tefla, myndi ég segja bara frábærlega og hafa komið tilbaka, hann gegn Braga, valtaði við síðan Bjössa, vona Bjössi sé ekki að hlusta, í síðasta einvígi, hann á fyllilega skilja að vera þetta. En ég er svona, ekki bara sama taktík og gegn Gumma, komunum í tímarækið og lefa honum að finna fyrir því þar. Ég held að þar hafi ég svona smá æts á hann. Ja, stopp maður sér, hérna með soninn, ferðu þá í kappátt við borðið eða? Já, sirka, það er eiginlega sirka þannig. Ég sé betur verið, þá vill soninn minn ekki mikið tefla, sko. Ég er döðslifandi feginn, sko. Ég held að það myndi alltaf enda illa. En ára lengur haldið, við erum að draga liti. Já. Við ætlum reyndar að láta aldursforstan gera það, en það skrifast að með að hafa glemt því, þannig að þú voru að draga. Ég ætla að beða að velja hérna annarkvort hægri jakkavassan eða vinstri. Já, það er ekki bara sama í kosningunum, það er hægri. Það er hægri. Já. Og í öðrum vassanum er hvít drottning, í hinnum er svartur kongur. Þú dróst svarta kongin. Já. Það er svo í kosningunum. Helgi fær hvítu drottninguna og hefur hvít í fyrstu skákinni. Hvernig líst þér á það? Já, mér er eiginlega bara alveg sama. Þetta ekki verið meira saman? Já. Þetta eru 10 skákir? Já, það er bara málið, sko. Ég fíla þetta fyrirkomulega að vera með 10 skákir. Ég veit ekki hversu oft ég hef reynda lent undir í þessum mötsum en mér líður einhvern veginn alltaf þess að ég get komið tilbaka. Já, það er alltaf smá síðan svona svigrúm til. Það er reyndar svona ákveð mynstur sem myndast í þínum viðregnum. Ég veit ekki hvort þú hefur spáð í að tekja eftir því en í öllum viðregnum þá 2-2 eftir fjórðaskákir. Já. En svo sé svona þreifamönnum og
og svo hefur alltaf tekið 2 til 3 vinningskák í röð svona seint í matsinum. Já, Veit ekki hvað þú spáði, ertu þá að finna svona veikleikana hjá mönnum eða? Nei, ég er bara að finna sjálfa mig eiginlega Finna sko. sjálfa þig? Já, þetta er bara svona pínu riðið sem ég þarf að losna við og koma mér í gírinn. Ég held að Björn var komið með frábæran punkt hérna fyrir nokkrum árum að hann sagði að þyrfti alltaf að hita sig upp fyrir hraðskákir. Þetta er eitthvað sem ég hafði aldrei pælt í. Þú sagði að það væri mjög gott að taka puzzle rush og eitthvað svona áður. Skákmenn aldrei pælt í þessu. Við höfum alltaf mætt bara góðsveittir allt og seint og sest við borðið úðað út. Ég finna að ég hef svona reynt að taka puzzle rush áður til að losna við þetta en mér finnst eins og það hefur verið stígandi í einu í honum hingað til, þannig að ég er að vonast til þess að það verði ekki 24 skákir. Ef við segjum alveg svo verð. Já. Frábært. Ef við ekki leiðum að fara bara og taka nokkur pásurur? Jú, ég held að væri bara gott ef að Hjörvar færi núna að hita upp og Ekki svo sjáum við hann á eftir á móti Helga. Við bíðum mjög spenntir eftir ég að fá innvíi Hjörvars og Helga og meðan að Hjörvar gerir sig kláran fyrir innvíi þá ætlum við að fá góða gesti hérna til okkar í stúdíóið. Það er annars vegar stigahæsti skákmaður landsins og skemmtilegasti skákmaður landsins. Þetta er stórmeistarinn Vigni Vatnar Stefánsson og alþjóðlegi meistarinn Björn Þorfinnsson. Og þeir eru að koma sér hérna fyrir strákarnir. Slökk á símínum. Velkomin strákar mínir. Já, takk hérlega. Gaman að fá okkur til okkar. Takk. Ég ætla að byrja á því að spyrja ykkur, Björn, hver voru ykkar fyrstu kynni? Þau voru að, það var hérna unglingamót, barna unglingamót sem var haldið í Grafavogi, hérna versluna, miðstöðinni þarna litlu sem ég veit nú ekki hvað heitir og þá sé ég hérna ungan dreng, 5, kannski var hann orðinn 6 ára, verið að tefla og hann teldi nú kannski ekki beint vel en sko það sem var svo magnað er að hann sko og hann sem sagt var með algjörlega galna hugmynd að reyna að máta andstæðinginn og var ekkert að spá í hvað andstæðingur var að gera en sem sagt hann var bara svona lítill og hann var allan með hugmynd sko, sem ég var svo impressív sko, að hugsa, sjá okkur að þrjáleiki tíman og ætla að máta en svo var hann reynd að máta það sjálfur og þannig sá ég Vigni Vatnar í fyrsta skipti og við fórum síðan að hittast bara fljótlega eftir það sko. Beint í feluleikina? Já, það var svona blanda af skákkennslu og feluleikum í 1-2 ár. Í ykkar enga tímum, já. Við nefnilega minnir að það eru mjög skemmtilegir sko. Algjörlega frábært. Vignir, nú ert þú stigasti skákmaður Íslands í dag. Segðu okkur aðeins svona hvað er að gerast á þínum skákferli á þessum tímapunkti? Það er að ganga mjög vel. Ég er ekki segja bara ég hef aldrei verið jafn sterkur og núna og tefli náttúrulega eins og brjálaður, bara brjálaðingur. Var að koma heim náttúrulega bara í dag frá London Chess Classic og akkurat mættur í stúdíu hérna, þannig skák er bara dálítið orðið mitt líf og ég er bara búinn að tefla náttúrulega bara stanslaus síðan í maí eða eitthvað svoleiðis, þá bara er ég bara búinn að vera búandi í fyrratösku. Reyndar það heppinn að vera með kærustunni með sko, annars verður maður sennilega bara að missa þetta. En ég dýrskita og ég stefna á að ná mjög langt sko. Já, og þeir líkar líf atvinnumannsins í skák bara vel? Já, verður maður ekki að gera það, maður elskar eitthvað, verður maður ekki alltaf og því miður þá lét Björn sem elskar skák það mikið og líka eins og Helgi Ólafsson náttúrulega sem er í einvíðinu hérna í kvöld að lét mig elskar skák það mikið að núna er ég bara fastur og ég þarf bara að gera þetta. Þetta er þeim að kenna. Þið voru að koma saman frá skákmóti í London bara í dag. Björn, ef þú segir okkur aðeins, hver var svona upphafshugmyndin á bak við þetta og hvernig þróast þetta mót hjá okkur? Já, kannski þetta mót að tilkynnt með frekar skömmum fyrir var einhverjum 2 mánuðum og hvað mér var það voru þetta bara eins og 2 heimar væri einhvern veginn að svona snertast einhvern veginn því að þetta var skákmót sem var haldið á Arsenal leikvanginum og mín 2 helstu kannski áhugamál eru að fylgjast með Arsenal og skák, þannig að ég sagði bara fjölskyldunum minni að þetta væri bara því miður, ég yrði bara að fara. Þetta tækifæri kæmi kannski ekki aftur og svo var bara mjög ánægilegt að Vignir stökk á vagnin líka og fekk svona boð á mótið og nafni minna Björn Hólm og þetta var bara algjörlega frábært mót sko, frábær aðstæður bara á Emirates leikvangi Arsenal sem er mjög svona rólegt og þægilegt umhverfi þegar það er ekki leikdagur og okkur gekk bara vel líka sko, Vignir náttúrulega bara í toppbaráttunni allan tíman og
hefði í raun og veru bara átt að vinna mótið og stóð sér síðan vel í fáránlega sterkur hraðskapsmóti þannig á daginn eftir og ég svona eftir erfiða byrjun þá náði ég að enda þetta mjög vel þannig að við komum bara sattir og sælir heimi, grætum stig og pening og allt saman Já, allir pakkinn bara. þannig að við áttum bara ansi góða viku þarna í London. Já, frábært. Ef við förum aðeins í þannig viðburð sem í kvöld, úrslitaði við Íslandsmeistaratitilinn í netskák, Helgi Ólafsson og Hjörvar Steinn Gretarsson. Hvað getum við sagt um þessa keppendur 2 Vignir? Já, náttúrulega, Helgi Ólafsson náttúrulega ekkert annar en lærifaðirinn. Hann náttúrulega bara, maður alveg orðað svoleiðis að hann kendi Hjörvari líku við allt, sko. Og ég veit ekki hvað að segja annað, hann náttúrulega bara þegar ég hugsa skák, þá hugsa Helgi Ólafs, sko. Það kemur bara beint í hausinn minn, þannig að það segja dálítið mikið og Hjörvar náttúrulega hefur náð gríðarlega langt og hefur náttúrulega verið 2600 skákmaður og 2700 og eitthvað í hraðskák og náttúrulega bara gríðarlega sterkur í hraðskákinni og ég er mjög glaður að sjá þetta. Við erum að tala um 30 Hjörvar og sem erum að tala um hvað Helgi Ólafsson er gamall, sko, ég held ég megi ekki segja það. Nei. 60 og eitthvað? Já, 60 og eitthvað, sko. Og hann er svo gaman að sjá að mætast í úrslitum, sko, sérstaklega náttúrulega út af bara hvað Helgi náttúrulega hefur þjálfað Hjörvar og okkur alla í rauninni. Einmitt. Björn, þú mættir Helga í undanúrslitum. Já. Hvernig er það að tefla við Helga Ólafsson? Það er alltaf mikil áskorun og það sem maður elskar við Helga er að hann er ég veit alveg, sko, hann tekur keppnina líka bara svo alvarlega, sko, og þegar hann tekur þátt í mótum og þá er hann í því að líf og sál, sko, þannig að ég vissi alveg að hann var bæði búinn að undirbúa sig vel og var svona í miklum keppnisgír og það sýnir sig eins og þessi saga svona bak við tjöldin með að ég náttúrulega var út í London. Ég gerði ekkert ráð fyrir því til að komast í undanúrslit gegn honum, en ég var bara staddur á skákmóti út í London og þurfti að græja það að tefla á vettvangi og þegar Helgi mætir hingað í stúdíó og þá varst hann algjörlega afleitt pæling, sko, að hann væri fastur inn í einhverju tölvustúdíu meðan ég var eitthvað kósi í einhverju íbúð í London. Þannig að Helgi náttúrulega tilkynnti bara, njá, ég er farin heim og bara brunaði úr stúdíun og hendist heim, sko. Þið voru aðdáunarverk hvað þið voru kúl á því að reyna aðeins að svona seinka útsetningunum meðan að Helgi var að bruna í Kópavoginn og svo þá maður hann fyrir sér að vera mættan í kósi inn í skónum og vélaði mig algjörlega niður, sko. Já. Og hann var og það sem ég ætlaði til dæmis að gera og Hjörvar örugglega tristi líka smá á ef maður einhvern veginn, ég ímyndaði mér að Helgi er mjög svona kannski lélegri á klukkunni og allan að færi svona að gera mistök kannski þegar var lítill tími eftir, en vandamáli mitt að ég kom honum bara aldrei í tímarekk, hann heldi það svona hratt og ákveð og var alveg, já, ég bara náði ekkert að koma honum inn en alvarleg vandræði, sko, þannig að það verður kannski áskorun svolítið á Hjörvar eftir. Já, Helgi náttúrulega var með viðurnefni veggurinn. Já. Mér fannst þú dálítið lenda á vegg. Já, ég verði að viðurkenna það, sko. Ég náði ekki að gera neitt sullumbull og hann er bara, Helgi líka, sko, hann hefur svolítið athyglisvert þarna af því að við vorum nýlega, náttúrulega við báðir á Evrópumóti taffélaga og þá vorum við svolítið að tala um íslenska skákmenn og bara skák yfir höfuð og þá var Jóhann Hjartarson að tala um það, sko, að í þessum svona gömlu mótum þegar fjórmenningaklíkan var að kljást, sko, að þá var Helgi alltaf svo rosalega góður að vinna svona þá sem hann átti að vinna og það er bara því að Helgi er einhvern veginn, hann er rosalega góður að aðlaga sig, finnst mér, af þeim sem hann er að mæta, sko, svona tefla upp á einhverju þeirra veikleika og undirbýr sig vel og slíkt, sko, og þannig að hann hefur alveg mikla styrkleika á því og það þekkir náttúrulega engin Hjörvar betur heldur en Helgi Ólafsson, sko, þannig að það verður svolítið fróðlegt að sjá hvernig hann nálgast þetta einvígi í kvöld. Já. Vignir, Hjörvar Steinn, hverjir myndir segja að vera svona hans helstu styrkleikar í hraðskák? Já, það sást nú kannski okkar einvígi, finnst mér að það var náttúrulega mjög illa telt einvígi hjá okkur báðum en Hjörvar eitthvað með einn svona mér hefur alltaf finnst það óþægilegt að tefla á Hjörvar þannig að mér langar að fá bara svona mína stöðu sem ég fæ bara bæta stöðuna hægt rólega og eitthvað með jarðan, sko,
en hann nær alltaf að búa til eitthvað bullandi vesen fyrir mig. Það er svona besta leiðin til að útskýra. Ég, til dæmis, ég get talið það bara á liggu við, sko, ég ætla að segja 2 höndum, hvernig ég náð bara Hjörvar í endatafl, sko. Þannig að alltaf ná einhverju svona rugli, sko. Já. Þannig að mér finnst hann ekki það að hann fái margar lélegar stöður, en ef hann að gera það líka þá hann eitthvað með mjög góður að koma sér út við þeim, sko. Já. Og náttúrulega líka frábæri tímaraki, hann náttúrulega áður til að fara í tímarak sérstaklega líka í kappskákum, sko, en hann er bara svo góður í því líka. Það náttúrulega eitthvað sko ný þróun hjá Hjörvara því að þegar maður mann eftir honum sem krakka með flaming rautt hár í miðjum krakka stóði tefla á þessum skákmótum og þá var maður að skamma hann og allir í skákina skamma hann því hann teldi sko bara svona sko alltaf búinn strax og þvílíkt svona hraður og hélt svona þú veist eins og þegar hann sem bestur í hraðskákinni þá hann alveg ótrúlega harður á klukkunni, þú bara varst alltaf komin með verri tíma og hann bara pressaði þig niður, svo einhvern veginn svona síðustu ár þá hann allt í einu svona farin að vera einhvern veginn miklu rólegri og allt í einu sjálfur stundum bara með verri tíma sem bara þekktist ekki áður sko, þannig að mér finnst samt líklega sko að hann muni reyna svolítið að pressa Helga á klukkunni, ég myndi alveg að telja það að vera svona vænlegt til árangur sem honum að reyna að gera það, þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig hann nálgast það eða hvort hann lætur lendi bara í tímaraki aftur. Já, ég ætla að tippa á hann verði með betra tíma, ég verð að segja það, en allavega að reyna það, en Helgi eins og við sáum náttúrulega, svo segir, þú komst honum ekki í tímaraki, alveg talað, þetta var ótrúlega að Helgi var bara alltaf bara tilbúinn, sko, ef Helgi fær svona stöðu, hún getur bætt hægt og rólega þá vill ekkert vera að eiga við Helga, sko. Nei, hann nefnilega í fyrri einvíðunum þá hafði hann sko gert á móti Braga bróður og hvort það var ekki á móti Þresti, þá hafði hann nefnilega gert svolítið að mistökum sko þegar hann var komin í bullandi tímarak þá sá maður á útsendingunni að hann var svona eitthvað helvítis músin eitthvað svona og ég var alltaf að vona að ég myndi ná eitthvað að pressa hann og það bara einhvern veginn bara gerðist ekki sko, þannig að en svo getur náttúrulega komið einhverja óvæntar uppákomur, ég man hvort það var ekki mótið Þresti, þá var einhver gestur í arena sem að ég sá hann opnaði hurðina fyrir aftan hann og labbaði eitthvað inn og ég sá Helga ekki í hljóði svona, hvað ertu að gera þú drullaðir út þannig að það spurning hvort að Já, hann kunni ekki að meta það. Nei, hann var ekki mjög ánægður með það. Ég skal labba þarna inn og eftir fyrir þið. Já, þannig að líka allt svona, sko, ef að gerist eitthvað óvænt, þá geti það kannski sett Helga meir og jafnvægi heldur en Hjörvar, sko. Hjörvar er mjög stóískur í sinni nálgun. Já, algjörlega. Einmitt. Við tókum saman fyrir einvíði kvöld, fengum góða aðstoð við það, tókum saman tölfræði milli þeirra tveggja, Helga og Hjörvars. Þeir hafa telt saman 10 reiknaða skákir á ferlinum, svo vita sé. Kappskákir og allskákir og allt saman. Já, þeir hafa bara samkvæmt okkar heimildum telt eina kappskák saman, en 9 hraðskákir. Já. Staðan á milli þeirra þannig að þeir hafa 3 sinnum gert jafntefli, Helgi hefur 3 sinnum unnið og Hjörvar unnið 4 sinnum. Já. Þannig að þetta er nokkuð jafnt á milli þeirra. Já. En breytir það miklu fyrir þá að vera að tefla þessar skákir þó við séum nánast hliðið sikkur á herbygginu í að reyna, breytir það miklu fyrir þá að vera að tefla á netinu í staðan fyrir á móti hverjum öðrum yfir borðinu? Já, mér finnst þetta að vera aðeins önnur íþrótt einhvern veginn sko. Þetta er einhvern veginn ég verð sjálfur sko einhvern veginn stressari. Já. Ég veit ekki og mér finnst ég svona einhvern veginn, maður er svona meira cool einhvern veginn yfir borðinu eða með mennina en mér finnst einhvern veginn auðveldara bara svona svolítið að missa þráðinn og tökin einhvern veginn og sko meira þá sko vitandi það að ég sé að tefla í sjónvarpinu heldur en kannski venjulegri netskák bara heima hjá mér sko, það er einhvern veginn Já, það var einhvern veginn sko bara þegar maður leikur eitthvað hræðilega af sér og maður skamma sín svo mikið sko að þetta sé í beinni útsendingu og svo bara byrja næst og maður er bara einhvern veginn hálflega eyðilegur sko. Já, þetta er allt annað leikur bara. Já, þið náttúrulega, þú og Hjörvar náttúrulega einvið ykkar, þið teltu þið svo ekki í bjöllusu sko. Við vorum bara að reyna að halda andlitið, menn onni og það var alveg rosalegt sko. Þetta var alveg, ég man ekki eftir að hafa telt svona illa móti Hjörvar og Hjörvar man ekki heldur að telt svona illa móti mér sko. Eins og við töluðum það að reynda fyrir einvið að við ætlum að gera gott TV. Já, þið gerðu gott TV. Okkur tókst að reyna að gera eitthvað geðbilað að horfa á þetta. Já, ég var næstu búin að missa röddina. Hvað er það að gera? Vignir, fyrst við erum með hérna hjá okkur og þú
þessa dagana að eins og þú sagðir, það er mikið að gera hjá þér sem atvinnumaður í skák. Hvað felst í því að vera atvinnumaður í skák? Hver eru vinnubröðin svona bak við tjöldin? Það ég þarf að vera mjög agaður sem hefur nú ekki verið oft minn styrkleiki í gegnum tíðina sko, en hefur mjög mikið batnað og þá mjög mikið bara dálítið að vinna í skák og á hverjum degi ég alltaf að gera eitthvað, hvað sem að sé ég vildi allavega 2 tímar og hvað sem að ég sé að stúdera eða tefla á netinu eða eitthvað, það verða að halda mér alltaf á hverjum degi sko. Og það er eitt við þetta að vera atvinnumaður er að þetta getur orðið dálítið vinnaðinn og getur orðið alltaf dálítið þreytt með tímanum og svona en maður finnur alltaf leið til að halda sér ferskum. Það er ótrúlegt hvað maður getur fundið í skák. Þetta búið að telt, guð maður veit hversu lengi, en það er alltaf nýjar hugmyndir, alltaf nýtt að gerast og alltaf nýtt til að skoða. Já, endalausir möguleikar. Já. Ég man að Hjörvar talaði það sjálfur að þegar hann fór í gegnum þetta prógram að svona verða atvinnumaður í skák þá var hann í æfingabúðum hjá stórmeistaranum Ivan Sokolov og hann talaði að þar hefði hann kynnst í hvernig þetta væri í alvörunni. Þú veist, það var 8 tímar á dag í skák og göngutúrar og hann fór bara úrvinda að sofa kvöldin sko. Já, hann sagði við mig sko að þetta voru verstu og bestu tímar sem hann hefur upplifað skáklega sko. Veist, það var bara, þeir sátu hana 10 tímar á dag, síðan var hann bara búinn á því eftir æfingarnar og fór bara að horfa Big Bang Theory og sofnaði og repeat sko. Alveg tómur, já. Þannig þetta og þetta vill ég líka segja, veist, að 2 tímar er alltaf minimum sko. Veist, ef þú ætlar að sem ég langar að ná 2,6 og helst bara mjög fljótlega þá vill ég, þá þarf ég að setja inn örugglega 6 tíma á dag finnst mér vera sem dálítið bara lágmark. Þannig, og ég mun gera það og ég ætla nú 2,6 mjög fljótlega. Já. Ég held að sko vannmetast eiginleikin til að vera sterkur skákmaður sé sko að glíma við lobbydöðan. Það er að því þú ert alltaf í sko svona viku eða 9 daga á hóteli og einhvern veginn sko, þú ert með svo mikinn svona þetta er svo mikið svona frítíma á milli skákana og einhvern veginn og bið og svo ertu sko svo ertu stundum að glíma við sko mjög erfiða ósigra og slíkt sko sem að getur verið alveg bara ég held að mér líði aldrei verri en þegar stundum á skákmótum þegar ég er búin að tapa eitthvað illa klaufalega og einhvern veginn og þá er maður bara engis maður sko. Já. Ég átti mjög erfiðan dag út í London eftir að tapa 2 skákum sama daginn sko. Þannig að þetta er rosalega sálfræði og svona einhvern veginn þú ert að vera mjög rosalega andlega sterkur til að höndla þetta sko. Og ég er ánægður með það því að Vignir var það nú ekki í gamla daga sko. Nei, ég er orðin miklu harðari að gefast ekki upp þótt hann lenti í nokkrum áföllum út í London að vinna ekki einhverjar unnaskákir og eitt erfitt tap sko en það er staldrar ekkit of lengi við það og svo bara áfram gakk sko. Já, ég held að kannski fólk gerir sér ekki almennilega grein fyrir því áhorfendur sem heima sitja að skákin er samanburði við aðrar íþróttir, til dæmis hópíþróttir, menn eru í fótbolta og liðið tapar, það er auðvitað að kenna liðsfélagunum og það er líka félagskapur í liðsfélagunum milli leikja og svona en í skákinni geta menn verið svolítið einir og þú getur ekki kennt nein mönnum að sjálfum þér ef illa gengur sko. Já, og þú stundum ertu bara að gleyma þér og gera eitthvað í hvatvísi og klúðrar allt í einhverju skák með einhverju sem að þú í raun og veru mistök sem að þú kannski hefur forðast alveg margoft áður og einhvern veginn að þurfa að horfast í augu við það og glíma við það einhvern veginn og svo bara næsta skáka það er alveg bara meirinn að segja það sko. Já, þetta er ógeðslega erfitt andlega hliðin sko. Veist, þetta er bara, ég man til dæmis bara í sumar, ég tapaði skák sem ég bara með svo kólunnið og það er ekki séns að tapa. En einhvern veginn tapaði eftir 5-6 tíma og maður er bara, eins og hann talaði þegar ég var krakki, ég átti það til bara að vera svona, hvað kallar mig, gummibáks? Já, svona hlaupkall. Hlaupkall, já. Ég er bara svona líkamlega buga. Það eru marga þannig skákir. Sökst í sætið einhvern veginn alveg búinn á því sko. Ég man, 2003 er ég tapaði eitthvað svona skák líka eftir 7 tíma og ég var búinn að lofa með það eftir hverja tapskák þegar ég labba upp stigann. Við vorum upp á 7., 8. hæð 1 í Serbíu og ég var þarna og ég fann bara svona Bjössa að segja þú ert hlaupkall. Ég komst ekki upp stigann, það tók mig 10 mínútur. Ég fór svolítið upp stigann og ég var bara það er búinn sko. Já, þetta getur verið erfitt, heldur betur. Já. Þetta verður ekki þannig hjá þeim í kvöld held ég. Þeir báðir náttúrulega ótrúlega harði keppnismenn en ég held að það verður ekki líkamlegir viðburðir. Nei, og þeir
það var nú eitt sko fyrir aðdándur Helga Ólafs þá hérna mætti hann hérna aðan og hérna hann getur nefnilega verið svolítið skemmtilegur keppnismaður hann Helgi, hann svona þegar hann mættur á skákmóti eins og svona Íslandsmóti í hraðaskák og svona sko þá ertu ekki að fara að tala við Helga sko hérna meðan eða fyrir mót sko því Helgi bara svona fókusaður sko en það lá helviti vel á gamla náðan sko þannig að ég veit, það verður mjög fróðlegt að sjá hvort það sé merki að hann sé algjörlega að fara hérna sína síðan allra bestu hliðar eða þá hvort hann sé of afslappaður sko. Það verður mér að segja fróðlegt að sjá hvernig það þróast. Já, það verður spennandi að sjá. Kæru áhorfendur, við ætlum að þakka Birni og Vigni kærlega fyrir spjallið. Það var gaman að fá það til okkar. Við erum að vinna síðustu undirbúningsverkin fyrir einvíið sem við erum að fá hérna einvíi Helga Ólafssonar og Hjörvar Steins Grétarssonar Íslandsmeistaratitilinn í netskák. Við ætlum að fara í örstutt skilaboð og komum aftur með einvíið eftir örfáar mínútur. Ekki fara langt, kæru áhorfendur. Með einvíið eftir Allar rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpra. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega að fara þig hálfgerður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Frábær sending hjá Dagnýju Brynjarsdóttur. Og Fanndís í færinu. Og Fanndís Friðriksdóttir að skora! Stórkostlega! Já, íslenska liðinu! Ísinn er brotinn!
Komið sælir aftur, kæru áhorfendur. Það styttist í úrslitaeinvígið á Íslandsmótinu í netskák. Helgi Ólafsson og Hjörvar Steinn Grétarsson. Þeir eru að gera sig klára. Við erum hérna komnir Ingvar Þór Jóhannesson. Hvað segirðu, Ingvar? Hvernig leggst þetta í þig? Já, ég verði að viðurkenna, ég er bara mjög peppaður fyrir þessu. Ég vona bara ákýrslega skemmtilega og spennandi einvígi. Já. Og já, við erum búin að greiða þetta nokkuð vel og tala við keppendur og hérna, góða skákmenn. Og hérna eru bara 2 framúrskarandi skákmenn að fara að mætast og með svona svipað stíla og ég held að þetta geti orðið bara rosalega ráðist á mjög bara litlum atriðum hér og þar. Já. Þannig ég er bara mjög spennt fyrir þessu. Hvað segir þú byrjunarvalið? Helgi sem sagt hefur hvítt í fyrstu skákinni, Hjörvar dró svart. Já. Hvernig mun Helgi opna tablið í fyrstu skákinni? Helgi er svona nokkuð fastheldinn. Hefur verið að hann er svona D4 í lítið alltaf á hans svona D4, C4 mann, hérna D4 byrjunir, enska leikinn, Katalan. Hann er svolítið verið að opna með riddar F3, fara fyrst út með riddaran og breyta svo yfir í svona D4 og C4 byrjunir. Riddar F3 svona sveigjalegu byrjunarleikur og heldur ýmsu opnu. Heldur ýmsu opnu, skiptir yfir ýmsa byrjunir. Já. Þannig ég gerir ráð fyrir að hann haldi sig við það, eitthvað slíkt. Mun Hjörvar gera eitthvað til að koma á óvart eða mun hann halda sig við svona sitt eins og hann hefur gert hingað til? Ég held að hann haldi sig við sitt. Hann hefur verið í svona einhverju drottningabræði D4, leika drottningapennum fram og haldi þessu svona traustu. Einhverju svona drottningarindverjar og kannski einhverju nímsar og rakosinn. Svo við notum einhver svona nöfn svona sem að sterkara skákmenn þekkja en hann teflir mjög traust með svörtu og kannski ekki mikið að rugga bátnum. Og ég held að það sem Hjörvar hefur kannski fram yfir marga fyrra andstæðingum Helga, hann mun ekki svo auðvitað bogna undan pressu og mun geta haldið taflinu lengur gangandi. Þannig ég held að það sem hann hafa mikið talað með hennar tíma, að ef einhver getur tekið fundið svona högsta á Helga varðið tíman, þá það Hjörvar. Haldið sér nógu lengi inn í skákinni, haldið skákinni nógu lengi þannig gangandi að hann komist á þann tímapunkt að báðir eru orðnir lágra tíma. Það verður það sem við höfum kallað þegar ég segi þeir orðnir rauðir. Það er svona eitthvað sem ég teikað upp undir 20. Undir 20, já. Hann er rauður, Helgi Ólafsson, hann er rauður. Já. Að þá eru komið smá vandræði. Ef hann er orðin rauðum, þá myndi ég tippa á Hjörvar. Já, þar skilur á milli. Já. Veðbankarnir telja Hjörvar ögn líklegri, lengjan setti ef maður rétt 1,6 á Hjörvar og eitthvað örlítið meira. Já, aðeins yfir 2 á Helga. Já, og það er svona, þú nokkuð sammála því. Já, það er svona eiginlega mín tilfinning sko. En að samanskapi höfum við verið að tala mikið um það að menn eru svolítið gjarnir á að vanmeta Helga, ekki af því að hann sé eitthvað lélugur eða eitthvað, bara að hann er kominn, svona nokkuð fram með þessu kvöldum vilskualdurinn, en hann heldur sínum styrkleika alveg ótrúlega vel. Já. Og nokkur af þessum einvígum eins og móti Bjössa, og Bjössi fyrst að viðurkenna það, hann átti bara ekki breyk. Þröstu sem er mjög trikki, bröðóttur, Helgi hélt honum einhvern veginn alveg í skefjum. Bara þetta einvíg móti Braga, ég veit ekki hvað það var, en bara það einvíg sem að svona, það sem að þurfti svona aðeins að finna einhvern innri styrk sem að fann. Ég veit ekki, kannski eru að vanmeta Helga. Já, það getur hvað sem er gerst í sem ég segi bara eins og þú, maður er alveg svakalega spenntur að sjá þá kljást félagana. Já. Þetta er búið að vera langt og spennandi mót. Við byrjuðum í september með 16 manna úrslitum og vorum með 16 af bestu, sterkustu skákmönnum landsins í keppninni og nú eru Helgi og Hjörvar 2 eftir og munu kljást Íslandsmeistaratitilinn og við gerum svona ráð fyrir að þeir fara að byrja hvað og hvernig. Já, sínst að vera komin í gang og við tippum meira nokkur neginn á þetta. Helgi byrjaði með riddari finnur 3. Já, það var hárrétt hjá þér. Og Hjörvar fær sér kaffibolla og er að svara með grunnfeldsvörn. Þetta er, við kallum þegar þessi biskup er skásettur, við kallum það fianchetto, það er svona eitthvað ítalskt orð sem ég veit ekki af hverju. En er ekki vafasamt hjá Hjörvar að drekka kaffi á sínum tíma? Veitu hvaðan kom þessi frasi? Já, ég myndist einvígis Helga Ólafssonar og Jan Timman fórum dag, ég held að það var á 9. áratugnum. Alveg rétt, já. Helgi vann Timman í einvígi og fekk sér góðan kóksopa á sínum tíma. Á sínum tíma. Já, meðan hann fann vinningsleiðina.
Já, þetta einhvers konar grunnfeld vörn orðið. Já. En ekki, og... En þetta svona, já, kannski... Er þetta óvenjulegt fyrir Hjörvar að tefla svona? Ef eitthvað kemur mér óvart að þá er það hérna hvaða byrjun Hjörvar að velja. Ég ætti vona á svona einhverju meira drottningabras keima að þessu. Það sem á reikur D-peðinu strax fram og kannski Valdara með öðru peði, eitthvað slíkt. Þannig að spurning hvort að þetta er svona tippa svona að hendaði Helga aðeins betur. Já, Hjörvar þóttist nú ekkert hafa undirbúið sig fyrir þetta einvíð en hann lígur því. Hann lígur því, já. Riddari A6 síðasti leikur og Riddarinn fyrir á G5 og opnaði fyrir biskupinn á G2. Já, setur hennar biskup hérna, þarf hann að bakka tilbaka hérna. Gæti þurft að fara aftur á C8 til að valda bísupeðið. Það er pressunni hér, smá óþægilegt. Það er náttúrulega onni á D4 líka sem hann tekur, já. Helgi kiftist aðeins við hérna, það spurning hvort að hann kom hann á óvart. Riddarinn er onni hérna, þurft að hreyfa hann hefði kannski viljað drepa hér en Riddarinn er onni. Mér finnst nú svona við fyrstu sín þetta líta ágætlega út fyrir hvítan. Hann er með biskupaparið, hafa ekki peð á B7, peð á D4 í uppnámi. Getur hann... Já, það er onni hettapeð og hettapeð. Já. Getur eiginlega ekki valda bæði inn í sínismanni. Getur hann leik... Hjörvar ekki alveg ánæður sínismann. Nei. Hann leikur í F5, ætlar hann að fóla að skipta mér, sínist það. Já. Hann ætlar að leika Riddaranum, leikur að drepa A8 að drepa með drottningu. Treysta á sterk miðborðspeð. Fyrsta tilfinningin, já svona skáklega tilfinningin var að þetta var ekki svona rétt eða korrekt svona fórn eins og maður segir. Einmitt, en maður svona skynjar samt ákveðna bætur hjá svörtum þegar hvítir missir hvítaraddabiskupinn sinna G2. Já, í samanlega ákveðna bætur en leiðu ég sagði sko hérna svona skáklega eða svona eins og maður skynjar stöðuna þá fannst mér svona Hjörvar gefa svona látbræð eins og var ekki alveg fullkomlega sáttur. Sem er skiljanlegt, en ég held að hraðskák setur nú allt í lagi og hérna, við getum kallað þetta svona í jafnvægi en þá, dýnamisk jafnvægi. Hrókur B1, valda B2-peðið. Já, ég reyndar alltaf að draga þetta tilbaka. Mér fannst þess að Hjörvar hefði hérna peð í bætur en náttúrulega þegar hann draf á B7 þá fekk hann peð tilbaka, þannig að þetta er bara hreinn skiptamunur. Já, algjörlega. Þannig að örlitla bætur en ekki fullnægjandi. Ég velti fyrir mér sko hvort að Hjörvar geti á einhvern tíma móti leikið E4 og opnað fyrir drottninguna og hóta biskupnum og fyllt síðan á eftir kannski með E5 til að styrkja miðborða enn betur. Mér datt í hug hvort hann hefði jafnvel átt að leika hana. Já, hann þurfti að valda hennar reit, já. Mér langaði svolítið að leika riddari B3 bara til að blokka svolítið drottningaveginn. En hann kannski hræddu við hennar riddara hér. Þess vegna leikur hann A5 til að taka hennar reit. Af Helga, riddari fyrir A1. Já, þetta er erfitt fyrir Helga að brjóta upp miðborðið hjá Hjörvari. Tökum eftir tímanum, hann er, nánast bara sami. Riddari 1-4. Og hann gefur peð. Gefur eða við staði, ég veit ekki. Nú er hann sem sagt skiptamenn og peð undir en með ágætis tök á stöðunni. Ákveðna bætur hérna, hann er með virka menn, gott rými og svona allt valdaf. En er þessi biskup bara strand á E7, kemst hann tilbaka eða? Áhugaverð spurning. Hann kemst ekki tilbaka hér eins og hann á enga undan komið hér. Hás er svo sterkuleikur, eiginlega leggur áherslu á þetta, kemst ekki tilbaka hérna. Tekur á hann G4-reitinn og... Þannig að spurningin er, getur Hjörvar reynt einhvern veginn að loka hann biskupinni? Nú kemst kannski drottningin upp á C7, getur hann leikið... Hjörvar leikur Gunnar 5. Já, þetta er svolítið erfið staða að tefla fyrir hvítan. Ég held að hérna, þetta er staða þar sem að tíminn Helgi verður eða tíma. Það er svona hættulegt, það er svona hættur í gangi. Einmitt. Við sjáum til dæmis ef þessi biskup þarf að hörfa eitthvað, segjum bara hvítur leiki A4 og ætla að hörfa hérna, þá geti svartar allt inn leiki G4, riddari fyrir eitthvað, riddari hér og alls konar hættur á kóngin. Þannig að Helgi þarf svolítið að passa sig og við sjáum það líka Hjörvar er komið aðeins betri tíma. Ekki mikið, þetta geti skipt máli. Ok, kongur F7, hann hóta biskupnum. Já, hóta biskupnum. Sjáum að drottning C7 til að valda, þá kemur hrókur B7 og biskupinn tapast. Helgi þarf að finna einhvern góðan leik hérna. Ég meina á hann eitthvað svar við þessu? Ég er ekki viss. Biskupinn G5, já. Já. Þetta er áhugavert. Herðu, vítu nú við. Þetta tekið með peði á einhverja taktík. En drottning C7 er hótun. Herðu, drottning C7 er hótun og drepa á B8, við mistum að því. Já, ég meina, er þetta snúið? Er Helgi að leysa þetta? Helgi klókur. Nú er drottning C7, já, og Hjörvar verður að leika. Já, hann leikar okkur B7, það er svona viðurkenning. Já, og þá bjargar hann biskupnum að H4. Já, hann mista af þessu.
Hjörvar heldur áfram í að binda Helga niður þó hann sé með tölvört minni liðsmenn. Þetta svolítið svona hálfgerð svona alfa sér og tafmennska hjá hérna Hjörvari, ef hún gengur upp, að reyna svona að halda öllu skefjum hérna. Hann búinn að fórna ansi miklu, skipta mun og slatta peðum. Þannig að samaskapi, það engin rakin vinningu fyrir Helga. Það rétt og það 16. tíman. Tíminn og það til dæmis ekki auðvelt að koma að hróka sér. Helgi leikarnar drottning 1-2 velda rittarna sinna. Virka þessi hróka. Býtum við að tekja D4, tekið, hvað gerist þetta? Rittartilbur? Já, það er mjög góð spurning. Þegar rittar eftir úr skák í einhverjum stöðum. Það geti kannski leikið að drottning 1-3 og svo að rittar eftir með drottning eftir. Hann dreipur tilbaka, já. Já. Hann gerir það. Hefði kannski getað skotið inn drottning. Þeim peðum yfir. Helgi þarf svolítið að passa sig að rittarinn getur verið hættulegir og spurningin er nær Hjörvar núna að klársmála Helgi með betri stöðu. Nær Hjörvar að búa til nægilegt spil til að setja Helga í tímapressu. Nei, hann leka svo hvað skeiði? Nei, hvað skeiði? Hann bara lek drottning C7. Æjæjæjæjæj. Og hann hristi músina. Ekki segja mér að hann má sleppa þessu. Ég veit eiginlega ekki hvað hann ætlaði sér, en hann lék drottninguna af sér fyrir ekki neitt og Hjörvar vinnur fyrir skákina. Hjörvar, hann eiginlega skamma sín, sko. Já. Þetta er svipur á manni sem að skamma sín. Hausinn. Já. Við höfum reynd að sé Hjörvar hérna áður, sko, vera svona eiginlega meira disgusted, svo ég sletti, hérna, heldur en anstæðingur sinn. Þegar hann vinnur. Þegar hann vinnur, já, heimitt. Ég held að ég sé svona smá blöff, auðvitað viltu vinna, halló. En já, ég skil maður, þetta var hérna, kannski ekki svo leið sem að vill hérna, vinna skákir, en svona er þetta. Athyglisvert byrjunarval hjá Hjörvari sem stýrir hvítumörnum núna. Hann leikur E4 og þeir fara í Ross og límaðabriðið gegn Sigilægavörn, biskup B5. Eitthvað segir mér að Hjörvar hafi planað þetta líka fyrir einn við að leika E4. Já. Helgi er svona, já, mikill Nætdorf-maður. Hann teflir Nætdorf eða Karakan. Já, Helgi verðist hafa ákveðið að tefla Sigilægavörn, hann leik C5 strax. Ætli hann hafi valið Sigilægavörnina frekar að því hann tapaði fylgskákinni? Ég veit það ekki. Karakan. Já. Hann reyndi að tefla þetta svona nokkuð jöfnum höndum. Já. Ég held að svona mín tilfinning að hann bara svona fyrir eftir hvernig skapið hann er í hvað hann gerur en við séum það í öðrum með við höfum telt bæði Sigilægavörn og Karakan svo sem ef maður rétt á móti þrestið til dæmis. Já, Hjörvar leikur E5. E5, já. Það verður þetta með riddar, þessi riddar var Róni á CS6 og drottningunni. Hrókurinn í skotlinu riddar hans, ég veit ekki hvort það. Leikur riddar E7 og hrókurinn þarf þá að hörfa eitthvað. En þetta er bara svona staða sem að hvítur hefur biskupa parið en kannski ekki mikið meira. Nei, svona til langtíma þá getur það verið gott að hafa parið hérna en svo aftur mjög traustur eins og er. Riddar er björni 6. Já, þetta var svakalega svekkjandi fyrir Helga að leika svona á sér áðan. Hún má alls ekki láta þetta trufla sig í framhaldinu, ekki slá sig út af laginu. Nei, nákvæmlega. Þetta var svolítið svona að því að það ljósta Hjörvar, hann mistaði aðeins tökið þurfti að fórna liðið. Hann fekk náttúrulega alveg nokkuð góða bætur en þetta var ekki planað hjá honum, þetta liðstap. Helgi var svona eiginlega búin að gera nægilega vel til að eiga meira skilið. Einmitt. Athyglisverð ákvörðun Hjörvari að fara hann í uppskipti á biskupin. Já. Gefur það eftir þessa yfirburði sína að hafa biskupaparið. Biskupin ekki gera mikið á F1-um en á hann einhverja útgönguleið, þessi biskup setna mér. Hann lúrir, kannski ætlar hann bara hendi hérna eitt gott fianchetto, svo við nota nú það sem að nota í enskunni. Ítalskóri fianchetto fyrir skásetta biskupa. Nú byrjar Hjörvar svona ákveðið pot hann á Kóngsvögnum, leik hann að H-peðinu síðast og Helgi stoppar það í fæðingu, leikur H5 sjálfur. Er einhver óþægindi í kringum svarta kóngin hérna? Við sjáum að dráttur er H5, kannski bara hóttun eins og er. Leppun eða leppun, kóngin er H7. D4, já. Undirbyrð kannski þá komið biskupin á D3 og búið til frekar óþægindi. Já, þetta geti verið. Þetta er nokkuð aggressív leikur. C4, ok, tekur reytin á honum. Já, mitt.
Í framhaldinu er svartur ánægður að fá kannski rittaran á D5. Já, þessi D5 reytur kallar á rittara sko. Þá næði Helgi ágætis svona blokkering á stöðun og getur þá fara kannski að íta peðanum á drottningavengnum seinna meir. Grunnur þetta sé svona ákveðin dýnamík núna sem að, ég ætla ekki að segja skilja, en svona skynja að ef að Hjörvar er ekki svona ákveðin sóknarfæri núna, þá held ég að Helgi sé mjög stöðt frá því að ná svona góðum tökum á stöðunni, stöðulega. Og ég segi það að því þessi biskup á svona, það er erfitt að sjá hvað hann ætlar að gera svona í fljótubræði. Gæti hann farið með biskupun á E2, D1, C2 og stilt hann upp þar til dæmis? Svona eitthvað svona. Tekur á langan tíma? Langtíma tilfærsla. Svo erfið tilfærsla ég næði ekki svona gera með músinni sko. Já. Það tekur langan tíma? Tekur langan tíma og já, spurning hvað það er mikil hætt af því svo sem líka. En biskupinn stendur klárlega betur hér heldur en það sem hann er. Þú er sammálað það. Hjörvar gretti sig? Krókur E5. Ok. Bittu nú við. Er hann að hóta að drepa H5? Já, það er eins og gott að gera það því að ég get leikið F6 og setta báða hrókana. Þú verður eiga að svara rauðum höndum við því. Ok, F6 hrókur dreipur H5, þá má ekki dreipa tilbaka því að það er mát með drottning dreipur H5. En F6 hrókur dreipur kongur G7. Það er drottning dreipur H5 mát? Já, það er ykkur F5, já. F6 hrókur dreipur H5, G dreipur H5. Já, drottning dreipur H5, það er ekki mát. Kongur G7. Já, hrókur, já, fyrir ekki, þetta var bara skákblind. Já, hann kannski hann dreipur með hrók, skákur sem er drottning á G-lunni. G4, já. Kongur F7, hrókur H7. Kongur E8 og drottning G6, já. Já, drottning H5 eða G6. Já, það er mátið. Já. Ok, þannig að F5, F6 var ekki í boði. Kannski gátum ekki sínt þessa leið en ég held þetta að hafa rétt af okkur. Já, segjum það. Já, vonum það. Já, hver veit. En drottning G3, hann hótar á G6 núna. Hrókur F6. Það er alltaf ákveðin hætta svona þegar við sáum þessi drottningar eru hérna í skotlínu að svartur þarf alltaf að passa hvítur eða engan millileik með hennar hrók. Einmitt. Til dæmis að hann getur drepið hérna og er eitthvað skák hér, eitthvað slíkt sko, eitthvað svona millileikur. Svona fráhótun. Já. Einmitt. Nú er drottningin hans Helga til dæmis orðin óvölduð og Hjörvar drepur á H5. Drepur á H5, já. Byttu nú við. Og hvað gerist þá? Hvað er ekki hér? Þetta virkar mjög óþægilegt fyrir... Herðu, hrókur drepur H5, hrókur H6. Hann verður að leika hann drepur. Ég skil ekkert. Og hvað? Já, hrókurinn á D8. Ok, vel gert. Já, ég sá þetta ekki. Ég sá þetta ekki, en Hjörvar sá þetta. Þetta var smekklega gert. Þetta var bara mjög nett hjá honum. Og staðan því orðin 2-0, Hjörvar í vil. Herðu, nú verðum við eiginlega að fara að halda með Helga. Við viljum ekki fá eitthvað whitewash, svo í slettu nú, að menn fara hérna í einhverja hreinsun. Nei. Við viljum fá smá spenni í þetta. Herðu, Athyglisvert afbrigði. Já, þetta er svona afbrigði þar sem að svartur hendir riddaranum hreyfir hann tvisvar sem almennt ekki mælt með, en hugmyndin er bara einfallega að stoppa hvítan í að ná framar á C-pessi sem er C4, sem að tónar oft vel með þessi biskup hér. Þetta er svona, já, ég kan segja tiltölulega svona nýmóðins afbrigði. Biskup A3, já. Athyglisvert. Þetta er svona í anda heimsmeistara. Fórum í greinlega strax með heilan á sama stað. Já. Að Ding Liren hefur einmitt leikið þessu tvisvar í heimsmeistaraheimsvíum, svona með þokkalegum árangri. Já, hugmyndin er að skipta upp á svarterdabiskupunum, þar sem að svartur er að setja svona sín helstu peð á hvítareiti. Einmitt. Og Hjörvar býður upp á uppskiptin en svona eigin forsendum, en á D6. Já, byttu nú við, C4. Við aðtugum að þetta peð henni er ekki onni, ef þetta er tekið og rittari tekur, þá hvítir alltaf drottninga A4 skák sem að vinnur rittarinn tilbaka. Hjörvar drap hann á B1 og þá þurfti Helgi að skipta upp á D6 fyrst. Bótinn D6 því að biskup var onni og nú þarf hann að taka tilbaka hérna með hrók væntanlega og ennþá er þetta peð valdað óbeint. Út af drottninga A4 skák hérna. Svartur tekur, hvítur tekur, rittari tekur, drottninga A4 skák. En nú hlýtur Hjörvar að vera að hugsa um að hrókarast upp og klára sína liðskipun og Helgi er svona að gera upp í sig hvað planið er. Hann leikur drottning D3. Hugsanlega undirbúið að hörfa með rittarann á D2 og opna tablið með E4 mögulega. Já,
Já, Rittar D2 verðist vera algjör átánleikur núna. Hrókur síð, ok. Byrjar á honum, já. Byrjar honum. Mér fannst það, já, meira átánleikur að því að valda C4 og undirbyrja E4 sem verið svona í andastöðuna til að opna aðeins fyrir hennar biskup. Þarna kom hann. Það er spurning hvað Hjörvar gerir í þessu. Flott skyrta í Hjörvari. Já, skemmtilega glansandi. Það er svona glansandi, svona stíllífur. Ég mætti Hjörvar einmitt hérna áðan, hann var að koma bara út á bílastæði. Já. Kom hlaupandi inn á bílastæðinu og gjörsamlega holdvotur. Í rokinu. Já, algjörlega á floti. Holdvotur. Það er ótrúlegt veður hérna fyrir utan. Já, hann blæs hressilega. En hann sagði að þetta væri fínt, hann væri vaknaður eftir hennar sprett. Nákvæmlega, það er hressandi. Maður kemur hérna bara svona óumbeðin sturta en svona maður vaknar við það. Já. Drottning C7 hjá Hjörvari, er eitthvað óþægilegt fyrir Hjörvari að vera með drottningun hann á sömu línu og hrókurinn á C1? Almennt séð er það oft óþægilegt, en hérna getum ekki tekið þar sem að Svartur er alveg ánægður að taka á C1 og fá 2 hróka fyrir drottningu og að þeim ástæðum þá leikur Helgi peðin áfram og tekur hann ekki með hróka, þú vilt vantanlega ekki missa, en hann tekur peð, ok. Já. Gefur Svörtum peða meiri hluta á miðborinu. Já. En á móti, þá fáum við peða meiri hluta drottningavang hjá hvítum. Helgi núna með 3 peða móti 2, þannig að planið hans kannski að íta þessum peðum eitthvað áfram. Og er ekki svona, lúrir ekki þessi leikur E4 alltaf, hann opna fyrir biskupinn og svona opna tablaði aðeins. Sammála því. Kannski ekki núna, að Hjörvar svona eiginlega gerir ráð fyrir því og setur hrókinn í skotlínu á drottninguna. Þannig að maður verður kannski ekki ánægður að opna upp á það. Tíminn, Björn? Já, Hjörvar er með 1.53 og Helgi er að nálgast 1 mínútu, hann með 1.17. Hjörvar með tölvöld betur tíma núna. Þetta er kannski svolítið ólíkt Helga úr allavega innvíðanum hinga til. Hann hefur nú verið bara vel yfir 2 mínútum svona þessum tímapunkti í skákunum. Já. Það getur svona aðeins óþægileg byrjun, hann náttúrulega byrjar á svona jöfn innvíði, sko, og byrjar á einhverju svona, ég vil ekki segja ósakirnu tappið, en svona óþægilegu tappið, hann svona leikur af sig bara það er hægt við að það sláði menn aðeins út af laginu, sko, komast ekki inn í innvíðið og það situr svona situr í manni líka að vera með 0 á bakinu, sko, þú ert ekki komin inn í þetta ennþá, þú veist. Þú ert með 0 vinninga í 3. skákinni, það er svona dálítið óþægilegt, sálrænt. Eru sveiflur, byrja með hvít, er að ganga vel og svo bara eitt leikur, búm, tapar, næsta skák og með svart. Já. Tapar henni, þetta er svona... Það er erfitt. En hann hefur áður lent í brekku, eins og við nefndum á hann. Hann byrjaði undir 2,5 á móti Braga. Já, kom þá tilbaka krafti. Sýndi svakalega garður, jafnaði það strax. En ósköp, hugsaði Hjörvar lengi þannig, hann er komin undir mínútu skyndilega. Já, allt í einu er Helgi komið með tíma fyrir skot. Ég teflaði þetta svona frekar hægt, þessa skák. Já, og Helgi er kannski bara með þokkalega stöðu hérna. Hann er, ég hrókar í stand ágætlega svona til að styðja við bakið á peðunum hérna. Og það tekur Svartan svolítið tíma að stökka á þessari drottningu, þannig að Helgi heldur bara áfram að íta þessu peðum, B5. Nú kemur rittarinn inn á E5 og hefur auga með ýmsum reitum. Auga með þessu reit til dæmis. Já. Og við sjáum líka ef að hvíti rittarinn fer eitthvað á flakk, þá hoppar svarti rittarinn á F3. Hopp og sí, það er ekki gott. Með skelfilegum afleiðingum. Þannig að Helgi þarf að passa sig á því núna. Gæti hann haft bara þennan, gæti hann farið með hennan biskup yfir á F1 og haft hann á E2. Já, þú áttir kottkáttun Björn Ívar og gaman að segja frá því. Sýnist að vera niðurstaðan hjá Helga. Já. Það sem Helgi er að gera með þessu plani, ef hann fyrir með biskupin á E2, þá myndi hann valda hálfhring rittarans sem er svona... Út mjög hrifin af hálfhring rittarans. Já, þetta er svona trademark hjá Helga, sko. Mér fannst þú hérna, var þetta eitthvað svona... Já, þarna kemur hann. Kveðju viðtal við Helga þegar hérna tókst þessi skólastöri. Já, svo mikilvægt að passa alltaf hálfhring rittarans, sko. Já, þetta er ákveð gullkot bara frá Helga, sko. Já, en þetta er alveg ótrúlega góðu frasi og mikilvægur. Sérstaklega í endatöflum að hafa svona biskup sem valdar í rauninni alla reyti rittarans svona á einu part borðsins. Eitthvað sem menn, sem vilja bæta sér skák þurfa að hafa þetta á hreinu. Hann er 4, þetta er svona... Já, þetta er ótrúlegt pot. Skemmtilegt pot, en hann var Helgi rauður. Já, hann var rauður. Já, hann komst aftur upp í 22, en það var svona rauðasvæðið, the red zone. Við tölum að það var hættulegt fyrir Helga. Já, en þetta virkar mjög óþægilegt ef að
þessi svarta drottning fyrir eitthvað að sveifla sér nefur. Nú kemur hrókur í spilið. Nú- Hugsanlega, já. Mér finnst Hjörvar rosalega fljótur að skynja svona viðsnúningin. Allt í einu er hann búinn að, bara upp úr engu, er hann búinn að snúa þessu bara. Hann var í svona, ég segi ekki nöður, hann var greinilega með aðeins verra svona, að verja drottningvagnum. Já. Og svo bara H5, H4, opnar allt tablið, búið. Þetta er búið. 3-0. Ha? Ég er nú eiginlega bara hálf orðlaus. Ég átti ekki vona á þessari byrjun. Nei, sammála því. Í þessu einvígi. Herri, nú er eiginlega mjög mikilvægt kaffisúpa aftur, jæja. Já, á sínum tíma aftur. Nú er mikilvægt að hann fer í enska leikinn. Nú þarf Helgi, Já, hann þarf að svara fyrir hann þarf að svara fyrir sig, fyrir mig hlið eftir fjórðu, er það ekki rétt? Jú, það er rétt. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt fyrir Helga að ég helst ná bara ná í sigur. Já. Í versta falli stoppa blæðinguna. Já, einmitt. Hjörvar skilur hérna peðið eftir á E4 í óvaldað, en Helgi tekur það ekki. Já. Helgi leikur hérna síðast D6, opna fyrir biskupinu sínum. Þetta er aftur staða þar sem að Hjörvar hefur biskupaparið. Já, Hjörvar hefur tellt þetta alloft. Þetta er, mitt hefur biskupaparið. Og svona, peð sem valda mig bara nokkuð vel. Já. En merkilegt nokkuð þá er oft strategín hjá svörtum kannski ofta að reyna að opna svona tablið þótt að hvítur að biskupaparið leikur oft í mörgum stöðum B5 til dæmis. Og þess vegna leikur Hjörvar einmitt A4 hérna til að stoppa það. Hjörvar er mjög hrifinn af þessu systemi. Við getum kallað þetta svona ákveð, þetta er svona svipa til Botvinnik systemisins. Já. Þú veist, þú ert með þennan struktúr, sko. Og mörguleiti er þetta líka bara rossól í maðurberðið með skiptur þetta. Æmitt. Það ert með þessi tök á miðborðinu og ákveður svona rými. Já. Og möguleika á því að sækja, þú veist, að kóngsagnum með ákveðnum peðaframar sem setna mér. Og oft fyrir þessi riddari í svona smá ferðalag hérna, E3 og hefur augum með D5 reynum. Já, þetta hendar einhvern veginn stíl Hjörvars nokkuð vel. Algjörlega. Þetta dæmi. Helgi aftur á móti með mjög tröstastöðu. Hann leikur biskup D7, hefur augum með peðin á A4. Biskupin gæti farið á C6-reitin. Setna. Já, B6, ok. Við sjáum að hvítur getur aldrei líkið B5 með góðu, það er bara tekið og það opnast rókin og það eru ómargir menn sem að setja á A4 peð. Biskupin fyrir á C6 eins og Björn nefndi, meiri press á þetta peð, þótt að það sé full valda eins og er. Hjörvar geti kannski leikið F3 og farið svo með rittarna, hann fer með rittarna strax. Já, og hérna kemur þessi Rossolimo manúvering sem ég talaði rittar E3 D5. Við þurfum reyndar að kannski byrja á F3 fyrst. Svo getur rittarinn komið hér. Já. Hér og hér. Og ef hann kemst á D5 þá getum við losna við þessi típeð sem er mjög gott fyrir hvítan. Létt á peðunum. Já. Helgi leikur G6, hann er kannski að reyna að sjá fyrir sér að opna tablið með að leika F5. Já, biskup Hásas F3. Ég líst betur á hvítustöðuna. Já, ég myndi kjósa að hafa hvítt hérna líka. Það er svo sem bara því að ég hef telt akkurat þetta afbreyð svona með svörtu, með skipturritum. Já, manni finnst svona, svartastæðan er traust, en... Já, erfiðar að, þú veist, eina hérna, breykja okkar er F5, en það er svona, virðist ekki vera kortunum, svartið þarf svolítið að býða átækta. Já, það er alltaf að undirbúa það mjög vel. Já. Og hættu því að biskuparnir ná að njóta sín við að lefa staðan opnast. Já, og sjáum að hvítur á meðan svona auðvöldara plan. Rittarinn fyrir E3, hendur hann á D5 og bara svona spyr spurninga. Svo getur hann stilt upp eða hann vill, sett rókana F-línuna, reynt að opna og jafnvel F og G4. Það er svona, mér finnst aðeins meira dýnamík í hvítustöðinni. Ég sammála því. Tíminn svipaði hjá þeim núna. Þeir eru rétt undir 2 mínútum og tefla þetta nokkur ösklega. Aftur finnst mér Hjörvar eitthvað að vera að gretta sig þarna. Ég veit ekki af hverju, hann er 3-0 yfir. Já. Drottning D8, það er svona ákveðna tilfærslur í gangi núna. Hjá þeim. Helgi býður á þetta. H4. Þá byrjar hann á þessu poti sínu aftur með kantpeðið. Það lukkaðist vel hjá hann í síðustu skák. Hann hafði að töfra frá mátsókn bara úr engu. Já, úr engu. Já, það verður spennandi að sjá hvernig Helgi ætlar að koma sér aftur inn í þetta. Það var eiginlega ótrúlega vel útfært hérna í síðustu skák. Hvernig Hjörvar svona beið á þetta. Já. Staðan beið ekki upp meira.
svo skynja hann einhvern veginn bara augnablikið þegar hann átt að fara af stað. Einmitt. Á hárréttum tíma. Já. Nú opnast taflið aðeins og nú sjáum við að svarti kóngurinn skyndilega orðinn alveg berskjaldaður hérna á hálfjörunni. Það er spurning hvort við séum að sjá eitthvað svipað á þann að Hjörvar sé að fá sóknarfæri bara upp á engu. Hann fór með kónginn á F2, opnar hálfjörunna fyrir hrókinn. Helgi nú svo sem með sitt líka. Hrókarnir eru hérna vel stiltir upp á og opna tablið. Og hann leikur hérna, leikur 1-4. Já, hann er ekki trættur. Nú hótar hann að hoppa með riddarinn á D3. Já, ég sem að myndur hann leika F4 með hvítu í hraðskák. Og leyfa riddari D3-skák. Er þetta D3-skák, já. Já, herru, ég mista því. Já, samt, ég veit ekki. Ég er Helgi að koma sem að höggja á hann. Af því að náttúrulega ef við tökum þá opnast tablið. Sama ef við leiðum hann á að taka þá opnast tablið líka. Svörtum í hag. Þetta er óþægilegt. Það er þetta hérna. En getur hann drepið þetta og bakka með kongi svo bara G1 eða hvað? Var þessi hálína bara eitthvað tálsýn eftir allt saman? Geti verið. Kannski kongurinn bara fínn hann á G7. Hvítu kemur ekki fleiri munum með sóknina þá verður svartur halda kontról. Og við minnum áhorfendur á það eins og við sjáum þarna efst á skjánum að það eru góðir styrktaraðilar bak við þetta mót. Það eru Lengjan, Síminn, Collab og Ljósleiðarinn sem að styrkja þetta mótahald. Íslandsmót Símans í netskák. Leikur riddari D3. Hvert fyrir kongurinn? Hann fer á G1. Fer á G1. Já, ég var ekki viss hvort að þetta verið leiðin. Riddari D3 eða drepa á E4 og riddari E4 skák eitthvað slíkt. Erfiðara núna að opna tablið af því að riddarinn er onni ef við drepum hérna á F3 til dæmis. Við erum að huga því. Þannig kannski getið drepið á F3. Já, nei. Hvernig heldur Helgi tablinu gangandi? Tíminn er svona aðeins. Það fara að saxast aðeins á tíman. Fara að saxast á hann. 30 sekundur hjá Helga. Hjörvar með betri tíma, 47 sekundur. Þetta er bara C1. Tekum við drottningu, annars hefði komið betur bara F3 og riddarinn hefur onni. En er ekki farið að gusta aðeins svarta kónginn? Jú, nú svona ógnar hann. Hótar kannski að koma með drottninguna inn á hann. Riddarinn fer eitthvað. Drepur á F3. Drepur á F3, já. Og hvað akkur hugsa Hjörvar? Og Helgi er á rauðu. Já, riddari D5 hótar að fara inn á G5 og með hóttun H7. Það er Helgi að leysa þetta á þessu tíma. Drottning D8 valdareitin. Ok, og þá drepur hann F3 eitthvað. Aha. D5. Helgi losa sig við hennar riddara. Nú þægilegur. Þessi riddari á G8 er svona góður. Hann valdar hann reit. Já, drottning F6. Hann verður að valda hérna. Já, heldur þessu saman núna. Nú er Helgi komin í þessu stöðu sem að svona flestir spámenn fyrir einvið voru að óttast fyrir hans hönd. Hann er komin undir pressu á klukkunni. Hvernig ræðir hann við það? Ég veit ekki með riddari E7 því að við erum aldrei að fara að G6 út af drottning H6. Hvernig hvort við hefum átt að fara að H6 og G4 eitthvað slíkt. Hrókur H5. Hann er að koma inn á G5. Tími hérna. Mjög óþægilegt. Hrókur G5 skáphóttun, drottning H6. Mát í einum. Mát í einum leik. Ég hef búin að kalla þetta mætti ekki. Helgi mistaði, já, riddari E7. Þetta er alltaf 80 einmitt, já. Ef Helgi yrði rauður, tíminn færi svona niður. Já, vá. Þetta lendi í vandræðum. En þessi staða 4-0, þetta er þvílíkt óvænt. Ég átti ekki, ég vil ekki segja þessi orðlaus en ég átti ekki vona þessu. Nei, ég segi það sama. Við vorum að tala bara að við áttum vona á jöfnu einví og þess að maður mátti, ég meina, litlu muna á millið þeirra. Já, ég meina, það spurning hvort þessi skellur í fyrstkákinu hefur haft svona stór áhrif. Já. Við erum að tala með allt annað einví ef Helgi klárar fyrstkákinu 1-0 og allt í einu þróast þetta allt öðruvísi. Já, og sjálfstættið náttúrulega spilar stóra rulli í svona einví. Helgi talaði um það sjálfur að þú veist, menn þurftu bara að koma að krafti og hafa trúa sér og já, ótrúlega byrjun á þessu einví. Hjörvar Steinn 4-0 yfir í úrslitaeinvíinu gegn Helga Ólafssyni og við ætlum að fara í örstuðar auglýsingar. Kæra áhorfendur, komum aftur með áframhaldið á einvíinu eftir skammastund. Ekki fara langt. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu.
Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpra. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta að ferði hálfgerður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Frábær sending hjá Dagnýju Brynjarsdóttur. Og Fanndís í færinu. Og Fanndís Friðriksdóttir er að skora! Stórkostlega! Já, íslenska liðinu! Ísinn er brotinn! Já, komið sælur aftur, áhorfendur góðir. Við erum hérna í beinni útsendingu frá úrslitaeinvíginu á Íslandsmeistaramóti Símans í netskák. Staðan er 4-0 fyrir Hjörvar gegn Helga Ólafsinni. Við Ingvar erum hálf slegnur út af laginu hérna. Já, þetta eiginlega að koma öllum í opna skjöldu, má segja, sko. Byggust við mjög spennandi en við. Ég ætlum ekki að segja þetta sé búið. Nei, langt frá því. Hjörvar er komin langlega með þetta en já, bara allir sem voru að spá í spilin áttu nú vona á hörku einvígi, spennandi og skemmtilegu. En svona getur þetta verið og ég sagði hérna í byrjun að þetta myndi snúa svona augnablik hér og þar og ég held að þetta augnablik í fullskákinni hafi verið alveg risastórt. Það er Helgi að gera vel, liðið yfir að vinna klárlega og leikur bara drottningur á sér einu leik. Ég veit ekki hvort þetta var máslipp eða hvort hann hreinlega bara leikur sér af sér. Það skiptir eiginlega ekki máli, það er jafn mikið reiðarslag. Það snýr þessu svolítið við að punktunum og Hjörvar eiginlega nýtti sér meðbyrinn strax sem getur verið mikilvægt. Já. Hvað getur Helgi gert núna til þess að koma sér aftur inn í þetta? Getur hann eitthvað breytt taktík? Getur hann breytt byrjunum? Ég held ekki, ég held að hann haldi sér bara við sitt. Það er náttúrulega hvítt í næstu. Það verður einhver, þú veist, það er drefþur og enskuleikur eitthvað slíkt. Hann verður bara að finna sig, sko, og hafa trú á sér. Helgi vonandi að peppa sjálf sig upp núna fyrir 5. skákina. Ég meina, Hjörvar er komið 4 vinninga, vantar bara 1,5 viðbót og þá er þetta búið. Já. Það er nauðsynlegt að komast inn í þetta sem allra fyrst fyrir Helga. Ég held að sé algjört, hann verður lágmark að vinna með hvítur, sko. Það getur ekki verið að gefa jafntefli því að hvert jafntefli fær í Hjörvar nær 5,5 vinning, sem það sem hann þarf. Þannig að hann verður að vinna með hvítur, það er lykilatriði. Kannski eini möguleikinn að, ég veit ekki, að Hjörvar fara að hugsa mikið hvað sem stutt í þetta og kannski tefla upp á jafntefli sem getur verið hættulega stundum. Hjörvar búinn að tefla frábælega í þessum fyrstu skákum, náttúrulega kannski fyrir utan fyrstu skákina. Já, fyrsta skákin... Hún var, já, hann lék eiginlega neittist þess að fórna skipta minni í fyrstu skákinni. Hélt svona einhverju spili en svo fór Helgi að tína á henni peð og á manni fannst svona réttu augnabliki gaf Helgi skipta minni tilbaka og virtist vera að klára þetta. Síðan þá myndi ég segja að þetta sé best útgáfan á Hjörvar sem við séð í þessum NV-um. Já, ég sammála því. Tefla mjög örutt þessar 3 skákir. Og einhvern veginn finna augnabliki til að hrista upp í þessu. Akkurat. Í þessari og skákinu undan að einhvern veginn svona, ok, maður segir stöðu bara jöð og svo allt í einu finnur hann bara 30 sekúndur eftir, 20 sekúndur eftir fer að ná hann. Já, þetta er ótrúlegt. Maður er bara eins og við sögum við erum slegnur út af laginu að sumu leyti en við erum spenntir að sjá hvort að Helgi kemur tilbaka að krafti í 5. skákinni. Já, ég held að haldi allir með Helga í 5. skákinni og jafnvel Hjörvar, sko, en ekki það mikið að fara að tappa viljandi. Nei, en við viljum fá smá spennu í þetta. Já, algjörlega. Já, einmitt.
Þetta er svolítið eins og heimsmeistari við hérna. Það eru 2 menn að tefla sem allir kunna vel við. Það er ekkert illmenni hérna en við erum sammálað það. Við viljum fá Sigurður Helga núna til að fá svona aðeins meira fút í einvið. Og þeir eru komnir af stað. Það er Daniel 4, biskup, nei, ég ætla að spá London hérna. Hann fer í Drottningabrað og biskup F4 G5 eftir droppið, G5 möntalega, já. H6 fer með biskupuna Bjarnar 4, sástu? Það er svona lína sem ég verið að skoða, en já, ok, hann liggur H6, nei, C6. Það var þetta svona nokkuð klassíst. Já. Ég hérna myndi nú frekar ef það tefnilega svona, hann myndi nú frekar mæla með, já, biskup D6 línunni sem Vigni Vatnar hefur gert vinsæla og lagði meðal hans Shakira Mamed Yarov að öllu í ger. Já, jafnaldra minn, góðkunna. Já, jafnaldra þinn, alveg rétt. Já. Þú hérna, já, sást og kynntist honum hérna á heimsmeistaramóti ungmenna. Já, gaman að segja frá því að það var líklega... Mikið fylgdarlið með honum þar. Ætlaði ekki verið árið 2003 frekar en 4, við vorum 18 ára gamlir og ég held að Mamed Yarov það verið með 2590 eða eitthvað svoleiðis á þeim tíma. Mótið var haldið á Grikklandi og ég var bara eins og einhver, já, fáralingur á stuttbuxum. Það meðan að Mamed Yarov mætti allar umferðirnar í jakkafötum með aðstofamann með sig sem færði hann kaffi, drakk bara svart kaffi við borðið og já, ég meina maður sá bara, maður var í alltaf svona klassa. Professionalismi, sko. Svo mætir hann bara Vigni og... Stoppa sér, ákvítur Rittarabbi, nei. Rittarabbi DFM. Nei, Drottningahafumskák, já. Rittarabbi DFM, Sétarabbi DFM, C7 var það sem ég er að spá, sko. Og við eigum alltaf millileikadröp á E7, þannig að líklega svo Drottningahafumskákmáli sem að stoppa þetta. Eða hvað? En af hverju þá gerir þetta síður tilbaka? Hvað var að gerast þar? Já, það er bara peð. Veitum við? Nei, ekki að það stærður upp DFM, hvað getur það að gera? Það er eitthvað í þessu, við náðum ekki með þetta. Nei. Þetta var, við erum með nokkuð svona klassíska Karlsbad stöðu núna. Hjörvar er búin að vinna biskupaparið en Helgi hefur ákveðið rými hana. Já, hvenær var þetta með Mamed Yarov? 2000? Ég held 2003. 2003, hann var með hvað? 2590? Já, eitthvað svolítið. Já, when it meant something. Já, when it meant something, sko. Þetta var allt annar heimu þá. En þetta er náttúrulega miklu harðara dæmi í dag, sko. Já. Öðruvísi. Menn ná ekki þessum stegum svo glatt í dag. En Helgi var leikandi síðast biskup F5, losa sig við biskupaparið og lítur nú að fara að halda áfram með minnihluta árásina. Það er þegar við ítum þessu peðum að Drottningavæng hérna fram, reynum að búti veikleika, annarkvæmt taka á C6, skildi veikleika hér, eða hvítið þetta er bara B5 og þá er veikleika B7 og D5 eftir aðtökum. Hjörvar leikur okkur C8, stillir henni próknum í skotlunum Drottningar. Og dreipur með hrók, já. Dreipur með hrók, til að losna við veikleikan á C6. Já. Og hér kemur fórn á C3. Vá hvað, Hjörvar er svona, svo ég sletti, bara alert. Súper öruggur hérna, mínútu fórskot á klukkunni, sjáum að ef þetta er drepi þá er drepi hér og drepi á C3. Hjörvar er í gírnum. Þetta er besta Hjörvar sem við séð hérna á þessu móti, það er bara þannig. Því. Við erum bara peð þarna og hann var ótrúlega fljótur að sjá þetta, hann eins og hann hefur verið sko vakandi fyrir þessa hugmynd. Já. Hann draf með hrók á C6. Þetta er reyndar mikilvæg og líkil hugmynd oft í þessum strúktúrum fyrir svartana að vera að hafa vakandi auga fyrir þessu. En það er voni á B7 líka, má hann taka það? Fellur þá á A3, er það slæmt fyrir að gera það? Já, það náttúrulega er ekki óni hérna á C6, Drottningar við C6 ekki með biskup H2 skák. Ok, og hvað gerist þetta? Hvað gerist það undir bara A3? Það er bara A3. Ekki að fá 5-0 hérna, það verði alveg... Helgi fann að grætta sig aðeins. Að reyða slag. En er þetta ekki óþægilegt að hann bara tvöfaldar á C-línunni núna? Gerir það? Já. Ok, hann á kannski Drottning B3. Biskupinn þarf þá að... Biskupinn hörfa. Helgi virðist halda riddaranum þokkalega völdu hann á C3, þó sé leppun. Leikur hrókur F7 og nú getur hann, nei, nú har hann ekki tíma til að losa riddarana því að Hjörvar setur press á hrókin. Þessi leikur kom hratt Sniðugur leikur. Og sjáu tíman aftur.
Helgi komin í mínútu, Hjörvar nálægt 2 mínútum. Hjörvar að ná að gera það sem að, já, hann bara viðurkenndi í viðtali fyrir einvíið að mögulega getur fælist í því að setja svolítið pressu á Helga Klukku. Já. Þetta alveg merkilegt. Þetta fyrsta skipti sem að, já, einhverjum einu svona text almennilega í fleiri einni tveimur skákum að setja Helga í smá tímaþröng. Já, og Hjörvar virka mjög afslappaður. Og mér finnst eins og hann sé þannig á svipin að hann hálf skammi sín fyrir að vera að vinna Helga svona stórt. Hann talaði það að hann finnist hálf leiðilegt að þurfa að vinna Helga. Já. Ég meina tölfræðin, þú veist, það voru 4 vinningskákir á móti 3 gegnum tíðina fyrir Hjörvar, hann var ekki mikið. Nei. Hjörvar hefur vissilega náð hærri hraðskákstigum, en gleymum því ekki að Helgi hefur verið að tefla mikið á netinu og var alveg 150 stigum hærri en Hjörvar á netinu. Já, já. Komið 2780 meðan Hjörvar var í 26 og 28. Einmitt. Nú hugsar Hjörvar mikið, hann kom með verri tíma skyndilega. Er hann að leita að einhverjum svona killer í stöðunni kannski? Eins og hann skynjar kannski ekki alveg hvernig hann var að halda áfram. Er hann að reyna að nei. Leikur A6. Já, ok, það var skrítinleikur. D5. Og þá hristi Hjörvar hausinn. Mist hann á því leikur, þetta er einhverjum 4. Byrju, nú eru ákveðna flækjur sem ég er að reyna að átta mig á. Já. Athugum að Hrókuturbjörn C6 er ekki í boði út af Drónturbjörn Finnur 2 og Trónik Hável Mát, hann ítir á hann rittara með Finnur 3. Já. Einu við. Er hann að redda sér, Helgi? En bíddu. Er ekki einhver taktík í þessu? Ef maður skákar að H2, kongur má ekki fara F1 og Drónturbjörn D5. Eða hvað? Gengur það? Rittari er bara E3 skák en svo Róni á C6 á eftir. Og nú er rittari E7 á hótunni og hvítum. Þetta eru mikla flækjur, ég átta mig ekki alveg á þessu. Hvað er að gerast í þessu? Það er spurning hvort að þótt að líti illa út, hvort að kongur H1 hafi verið málið. Hann gerir þetta. Hann drepur á D5. Hann ætlar að drepa á E3 með skák á eftir. Eða ætlar hann að drepa á... Veitu, drepa D5, drepa E3. Kongur hérna... Hann hvítið vinnu skiptamun. Já, er það ekki? Það drepur á C2 og drepur kongurinn á E3. Það var svona niðurstaða mín áðan. Hann hefur ekki tíma til að drepa D5, hann drepur á C6. Er Helgi að snúa þessu? Já. Það eru báðir auður, en er Helgi á viðskonunum sem hann þarf? Þarna kom það. Sem þetta einvíð þarf, hann er skiptamun yfir. En þetta er enga veginn búið. Hrókur C8, býður upp á enga veginn búinn, aðtöðum það. Svartur hefur peð fyrir skiptamunni, hvert fer kongurinn? Hann fer út á borðið. G3, ætti verið lagi. Félur hann á hálínunni bara, en fer aftur baka, ok? Já, hann er kannski bara að vinna svona tíma. Já. Hlýtur að með yfir F-inu með whatever, sko. Það er rétt. Það er spurning hvernig endatablið er því að það er alveg töluvert hald í þessu hjá Hjörvari. Já, það má vantilega ekki missa þetta peð hérna. Valdar það líka. Já, næsta leikur þetta C2, já nú, ok, nú er Helgi komið stöðu, hann er hann á kontról. Ok, og hrókur A4. Hrókur A4 að vinna peð. Nú kemur kongurinn, hann er hann á kontról, hann með frí peð. Já. Er þetta ekki autopilot sigur hjá Helga? Þetta er bara tæknilegur sigur fyrir Helga. Ef hann er að forðast einhverja svona skítapitti eins og láta skáka sér einhver hrók hérna á B4 eitthvað slíkt. Já, kongurinn hér. En ef hann er að forðast það, þá held ég þessi tæknilegur sigur og mikilvæg fyrir einvíð. Ef fáum 4-1, þá er alveg séns að séum að fá spennuna sem við vildum. Kannski á annan hátt en við heldum. En það væri gaman. Smá skotana sem að gerir tæknilega hliðina aðeins erfari. Hjörvar vinnur eitt peð. Og annað peð. Ég missir aðeins þráðinn hana. Er tíman að stríða honum? Hann er búin að gera þetta allt saman rétt. Og býður jættefli og... Hjörvar tekur í. Það hefði verið gaman og gott fyrir einvíð að fá sigur og Helga þarna. Ég var komin í færið hana en bombaði yfir. Já, ég meina hann var komin yfir 10 sekundur. Það virti stressa hann upp. Já. En ok, hálfu vinningur í húsi á Helga. Þetta er skárið tapið sem að stemdi í hann var búinn að snúa þessu sér í vil og átt að vinna þetta. En gleymið því ekki að Hjörvar sem er hvítt í þessari skák vinnur innvíð, vinni hann þessa skák. Já, þá er þetta bara búið. Já. On the spot. Það tefnir sama á hann, svona gafst vel hjá honum. Og Helgi endur tekur
tapmennskuna því aðbriði. Og fer með riddarann á C6, fór með hann á D7 í skákin áðan. Það muni vissi ekki stöðun og það myndi maður halda að Hjörvar að veri 4,5 undir. Hann lítur út fyrir eins og hann hafa kertu köttin hjá einhverjum sko. Já, hann hristir hausinn og hann er eitthvað svona umla við sjálfan sig, þannig að spurning hvað hann er að segja. Þannig kemur þessi BF-in framlás að töluðum. Gleymdi hann áðanleikan A4 til að sportna við því. Já. Spurning hvort hann sé að hrista hausinn og hafa bara hreinlega gleymt því, ég veit það ekki. Það er oft svona, já, svörtum í haga að opna drottningavængin. Þrátt fyrir hann sletti peðin, að þá er hann svona opna fyrir ákveðið frumkvæði á drottningavængin fyrir svartan. Já, og opna fyrir svona ákveðna möguleika á því að búa sér til einhver skotmörk hérna. Já, svona ýmis pressa sem að biskup og Hrókur og fleiri menn svona geta valdið usla hérna á vængnum. Nú fyrir Helgi með drottningun á C8, er hann að gæla við að leika þessu biskup upp á H3. Já. Eitthvað þýnlegt. Eitthvað slíkt. Býðu nú við. Hjörvar bakkaði biskupin á F1, hann er svo að stilla upp á nýtt. En þessi biskup lúrir hérna. Það er hæðið fyrir næstu skák. Hrókur Bjarni 8, Valdir þetta P, hann B5, Bjarni 3, nú kemur biskup á 3. Og Hjörvar vill halda biskupa parinu, leikur biskup B2. Nú er Hjörvar Helgi að töfra fram einhvers færi á kóngsvagnu núna. Ég meina, hann verður að vinna þessa skák ef hann ætlar að... Já. Hann ætlar að einhvern möguleika. Veist, þetta er orðin ansi brött brekka. Hann er komið bakið upp í veggurinn sjálfur. Veggurinn sjálfur. Ég hætti mest að bak upp í vegg sem sé bara í þessum einvíum. Það var bara eitt einvíi sem var svona, svo við slettum svona whitewash, það sem að annar átti bara ekki séns og þetta er svona það sem kemst næst í hinga til og mjög óvænt. Svo ég segi ekki meira. Já. Ætlar Helgi að leika F5. Opna taflið. Eitthvað verður hann að gera, hann leikur F5. Þetta er tekið. Töfra fram einhver færi hérna. Biskup F5 og nú þarf hann að passa sig á drottning D5 skák þar sem að... Já, ekki leyfa það Helgi. Það er alltaf svona varasamt þegar einmitt maður opnar á kongi. Riddarinn valda reitin, en Helgi sá þetta vonandi. Ok, er hann ekki með ágætis færi? Jú, hann er komið svona aktífa menn. Ég held þetta hljóti nú að vera lagi, Helga. Já, það er að fá eitthvað sem er aðeins meira enn í lagi, sko. Og við tökum það sérstaklega fram að við Ingvar höldum með hvorum keppmandanum, en við viljum fá spennu í þetta einvígi. Sjálfsögðu. Þannig að okkur myndi ekki leiðast ef Helgi myndi vinna til að hleypa smá lífi í þetta. Riddari H4 síðustu leikur. Já, hvert verður þessi biskup, þetta er svona spurning, finnur 3. Það er svona smá biskup að dansa þarna. Já. En Helgi heldur svona traustri stöðu. Spurning hvernig hann getur... Ég sjáu svona hvað Hjörvar er að halda góð tempo og heldur aðeins veitur tíma. Já. Bæti bara kallana þess Hrókur síðan. Engin gamemusiti. Bara halda þessu gangandi. Manni finnst eins og svona þeir styrkleikar sem að tippa á Hjörvari séu algjörlega að koma í ljós í þessu einvígi. Já, ég sammála því. En eða svona meira algjörlega hátt en maður átti von á. C4. Spurning hvort að Helgi drepi þetta eða reyna að halda taflinu lókuð með B4. Já, ég ætla að segja, fyrsta tilfinning enn og B4. Já. Getur svo að C5 með D5 og getur kannski notað þennan C4 detektívan fyrir riddara. Því að mjög líklega lagi fyrir okkur til dæmis að fá tvípi á C-línuna því að þá fáið D4 fyrir hinn riddaran. Einmitt. Hrókur A8, er hann að fara að príla eitthvað á A-línunni? Já, er því bara, þetta minnum mér svolítið á svona skák hjá Helga, það sem Helgi hafa kvitt gegn Braga fyrir innviðinu. Einmitt. Bragi fekk svona skemmtilegt spil á A-línunni og var einmitt í enska leiknum. Ég sýnist þetta að vera svona aðeins svörtum í hag, ekkert afgerandi. Nú fer Helgi með Hrókan á A-línuna en P kyrfilega valdað á A2. Og þá skipti Hjörvar yfir á konsangin. Heldur ennþá smá tímafórskoti. Ekki mikið, en leið og við förum undir mínútu, þá fer þetta skiptir máli. Já, nú sjáum við allir þungamenn Helga eru komnir yfir á drottningavanginu og þá
eins og Hjörvar fara að horfa yfir á allt einu skiptir hann yfir, þú veist, hrókur biskupinn að drottningin lúrir, biskupinn skiptir upp, riddarinn getur komið inn aftur hérna. Og hann drepur, hann að fara inn með drottning Houses að koma, ekki svakar óþægilegt? Drottning Houses... Ok, við riddari Esju, það svona heldur kontról, sýnist mér. Já, en hann á riddari H4 og F4 kannski að opna þetta. Hann aftur svona sveifla mönnunum á réttan hátt, á réttum tíma? Já, einmitt, upp úr þurru bara. Hann beið eftir í að Helgi væri með mennunum nógu langt í burtu og þá fór niður á kóngsanginn. Ef Helgi þarf að leika kongur F7, kemur ekki drottning H7 og tóm leiðandi. Sýnist það sko. Helgi gretti sig. Enga tími neitt svona. Og bara tekið á G6. Já, einmitt. Hvað leikir komið til greina en kongur F7? Hann leikuð því. Þá hann að leiða hann að drepa G6, hefur konginu E6. Já, alltaf hann að drepa bara... Já, drepa bara G6 og drepa A2 og vonar svona... Vonar besta, já. Vonast þetta blöndir. Nú vil það fá blöndir, Finnur 4, blöndir hérna, máti í einum. Gekk ekki. Gekk ekki núna. Mótti vona. En nú spurning hvort að... Já, Hjörvar getur sniður og bara þráskokað, hálfum ekki nær. Já. Það alveg ekki óveitt það ekki gerst, einmitt. Tekur eitt skref nær titlinum, eða hvað? Hugsa sig núna. Án að taka jafntefli eða teflið áfram. Hann har reyndar nógan tíma aftur. Já. Ennþá hálfur myndi yfir, þótt að sé hugsa í smástunduna. Ég meina jafntefli og 5-1, það væri sterkt. Sko, ef maður tekur, það eiginlega rétt að múi held ég bara. Taka dróðu, taka jafntefli. Og þá bara staðan einfallega þannig, Helgi þarf að vinna ekki 4, heldur 5 skakir. Ef hann vinnur 4 til að fá Armageddon, þá þarf hann líka að vinna Armageddon. Teflir þetta áfram, hann leikur C5. Ok, það er gróthart. Okay. Gæti komið baki á hann, hver veit? Hann kannski lítur að það sem svo að hann eigi þráskak svona upp í erminni. Já. Hvernig sem er. Bara getur að fara aftur í þráskakina. Hrókur D1 er mjög óþægilegu leikur. Hrókur D2. Ok. Anteklisvert. Drottning G4. En ok, hann drepur á D6 síðan, ekki með skák. Er það ekki óþægilegt? Hrókurinn að koma inn. Þetta gæti verið að klárast. Veitu, hann hleypur hann inn á? Já, hann mista þessu. Þetta er búið. Já, kongur E8 drottning G8 mát, kongur D8 drottning D7 mát, kongur E8 drottning G7 mát. Já, þetta er bara mát. Þetta er búið. Þetta er með ólíkindum. Kæru áhorfendur. Við erum konum með nýjan Íslandsmeistara í netskák. Vá. Já, þetta var ótrúlega. Ég er orðlega. Ég líka. Og líka, sko eftir hliðið, Helgi var svona betur gýrað, hann var miklu meir inn í þessu skákum og átti sína sensa og jafntefli, hann var búinn að snúa þessu sér í hag, missir aftur þráðinn. Ég veit ekki hvort að hann svona aðeins mist móðinn við það að tapa þessu skákum í byrjun, ég veit ekki. Ég held að hljóta að vera. En þetta er merkilegt það sem að gerist í þessu skákum. Það sem að úrslitum var að þetta var bara svona stöðubaráttu og svo var Helgi að fara í einhverjar aðgerðir og bara leið og Helgi leit undan þá réðst Hjörvar til allu á kónginn. Þetta var magna. Hann stillir upp allinni, ykkur hótun og þá fer Hjörvar á kóngsanginn einfaldar og bara með drottninguna og allt eru engin menn til að verjast. Magnað. Kæru áhorfendur, við ætlum að fara í örstu skilaboð og við komum aftur með nýjan Íslandsmeistara í viðtal eftir skamastund. Ekki fara langt. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýpra. Missir.
Útilega. Þessi útilega þetta ferði ekki áskettur rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. Go be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Frábær sending hjá Dagnýju Brynjarsdóttur. Og Fanndís í færinu. Og Fanndís Friðriksdóttir er að skora! Stórkostlega! Já, íslenska liðinu! Ísinn er brotinn! Velkomin aftur, við erum komin hérna í Beturstofuna með nýjan Íslandsmeistara í netskák, Hjörvar Steinn Gretarsson, stórmeistara. Hjörvar, innilega til hamingju. Takk fyrir það. Við vorum eiginlega hálf orðlausir við Ingvar, vorum að lýsa þessu af því að við áttum kannski von á jafnar einvígi heldur en varð raunin 5,5-5. Já, ég held að getum alveg sammála það að það var nú ekki sanngjörn úrslit með við tapmöskunni í þessu einvígi. Hann teldi nú bara heilt yfir mjög vel hann helgi. En það tekur þetta á að leika sér drottningu í fyrstu skákinni og maður fann einhvern veginn eftir það, þá var hann ekki alveg með sjálfu sér og hann var farin að efast sjálfan sig í þeim stöðum sem hann fekk upp. Hann veigraði sér oft við því að leika bestu leikjunum. Ég fann það bara á honum, þrátt fyrir að sjá hann ekki. Ég fann að ég var ekki tefla við Helga eftir þessa fyrstu skák, ég var tefla svona einhvern skugga af honum. Já, einmitt. Það var rosalega snúningspunktur í fyrstu skákinni. Já, mitt vorum aðeins að tala áðan við Björn Ívar að mér langaði að hleypa öll upp í lofti í fyrstu skákinni. Þrátt fyrir að það myndi jafnvel kosta mig sigurinn eða í rauninni ég vildi bara hafa þetta spennandi skák og losa mig við þvæluna eins og ég hef aldrei gert í þessum einvíum hingað til en að sjálfsögðu hann teldi fanta vel fannst mér
eftir að ég, þú veist, fórnaði skiptamönnum og þetta hrikalegt að leika af sér svona eins og í lokin að þetta er bara eitthvað sem gerist í netskák og við höfum allir lent í þessu en þetta tekur sérstaklega á, þú veist, langt einvi framundan og svona. Þetta er bara mjög óþægilegt og ég fann bara mjög til með honum ef ég segja alveg svo sko. Já, en komst einhvern veginn aldrei inn í einvið, svo skyndilega staðan orðin 4-0. Já, og ég, svona alltaf tilfinningin eftir þetta var að ég gæti bara ekki tapað, sko. Já, og fyrst kannski svona gott sjálfstraust við þetta bara. Já, og svona leikir eins og í sikilega varnarskákinni, ég leik Kongur F2 og ætla bara að máta hann. Ég vissi að þetta væri ekki besti leikurinn, en ég hugsaði með hann bara, ég ætla bara að máta hann. Það var bara eina sem kom í kollun á mér og það er mjög erfitt að tefla við andstæðing þegar þetta gýraður. Þannig að ég svona, og ég teldi örugglega ekkert sérstaklega vel á köflum en þessi svona sigur vilji held ég bara stildi þessu heim. Já. Það var kannski eitt sem við svona hjóum eftir, ég veit ekki hvort það var meðvitað eða bara tölvurinn, að þú varst að finna, fannst okkur svona góða tímasendingu, svona momentum til að eiginlega svona ráðast á hann þegar hann var komið lítið tíma, kannski í 20 sekundur. Bæði skákinn þar sem þú opnar hálínuna og líka í lokin þegar drottningin kom inn á H6. Einhvern veginn svona það stöðubaráttu og svo allt í einu svona fyrir mómenti kannski aðeins frá Helga og þú ræðst á hann réttum tíma og býr til svona erfiðar ákvarðanir. Já, ég held við höfum líka allir gengið í gegnum þetta sem að náð einhverjum árangri í skákinni að þú leikur einhverju og þú bara svona, þetta mun virka. Það kemst ekkert annað að, sko. Þetta er svona eins og fótboltamaður sem skýtur á marki og veit bara að þetta fer inn. Mér leiði svona dálítið þannig í skákinni og ég gerði í rauninni það sem að Helgi búinn að gera svo vel í innvíunum hingað til. Ég hélt bara tímapressunni, hélt pressunni í stöðunni og mér leiði einhvern veginn alltaf vel. Þrátt fyrir að við örugglega verið með verra þarna á einhverju tímabúti en það er bara svo erfitt að tefla þessa stöðu sem Helgi var að tefla, fannst mér. Mér fannst þetta flæða miklu svona náttúrulegra hjá mér í öllum skákunum eiginlega. Það vakti athygli hjá okkur að þú valdir að leika E4 með hvítu sem að þú hefur kannski ekkert alltaf valið að gera. Í einhverjum einvíunuðinu varstu meira í svona enska leiknum eða vangtöflum, einhvers konar. Var það eitthvað plan? Sko, ég hugsaði nú bara, ég var aðeins að velta þessu fyrir mér í dag. Hann teflir mjög solid byrjanir gegn D4 og C4 og rittar F3 en hann yfirleitt teflir Karo-Kan eða Sigilefur gegn E4. Hann ég hugsaði með mér og því hvað mun gerast, ég mun fá miklu svona meira hvassari stöður upp úr E4. En ég hugsaði með mér að það hendaði mér betur, þannig ég var alveg tilbúin í það. En ég held að ég hef bara fengið mjög þægilegt tafl í báðum stöðunum. Ekki endilega því ég er með betra, heldur bara því að leikirnir einhvern veginn koma svo auðveldlega, sérstaklega maður er komið með biskupapari og annað slíkt, sko. Pressan er dálítið á svörtum að sanna hans í búin jafnan taflið. Og það er ekki gott út með 3 mínútur á klukkunni og kannski eildi brotið sjálfstraust. Þannig að þetta var, svona nokkuð calculated fannst mér að tefla þetta svona. Já, virtist ganga fullkomlega upp hjá þér í dag. Já, ég held að og þarna, eins og ég segi, bara aftur, Helgi teldi heilt yfir mjög vel og ég var aðeins að renna í gegnum fyrstu 4 skákinnar í hliðinu. Það var alltaf bara mjög jafnt þangað til að leika af sér, þannig að en það er einmitt málið með hraðskák sem að fólk skilur ekki alveg að þetta er ég vil meina að þetta sé framtíð skákarinnar að tefla hraðari skákir með styttri tímamörkum því það er bara meiri spenna. Það er meira afleiki en hverjum er eiginlega ekki sama, sko. Þú veist, við viljum bara fá einhverju spennu á borðinu, við viljum fá afleiki, við viljum fá tilfinningar og þú færð það miklu betur í gegn í hraðskákum. Af því að við upplifum allar sömu tilfinningarnar í kappskák en við getum bara falið mikið mun betur af því þá erum við ekki með 2 mínútur á klukkunni og ég held að áhorfendur heimans fá svona dálítið sýn inn í hvernig er að vera skákmaður og atvinnur skákmaður. Það er í rauninni bara þessi tilfinningar rússipanni sem við glímum allir við og það er mjög gaman að geta að sýnt það hér. Einmitt. Talandi um það, hvað finnst þér með þetta fyrirkomulag sem var á þessum móti að tefla svona á netinu en keppendur í mynd, þannig að áhorfendur fá svona góða innsýn inn í hvað er að gerast með skákskýringum? Er þetta gott fyrirkomulag? Er þetta framtíðin eða? Já. Ég held það og ég hef lengi talað fyrir því að Ísland að netskák sé framtíð skákarinnar. Staðreyndin er bara svo að fólk vill vera heima á sér. Ég bara alltaf saman við, sko, ef ég myndi heyri ykkur og spyrja ég að horfa á Netflix saman og reyna. Bara ekki séns, sko, fólk vill vera alltaf heima á sér. Fólk vill bara hafa þetta aðgengilegt og framtíðin held ég í skákinni er á netinu og er í svona mótum. Við eigum bara aðeins eftir að aðlagast kannski betur af því að þetta er ekki hópíþrótt eins og við sjáum hérna frammi, hérna verið að öskra og kalla og svona mikla tilfinningar í þessu en ég er alveg sannfærður það að eftir 5-6 ár þá verði miklu meira svona mót og
við erum í rauninni dálítið að ryðja brautina með þessu með rafíþróttasambandinu og fyrst þetta kom upp þar Jökull Jóhannsson, minn góði vinnur, æsku vinnur, talaði við mig, þá sagði ég bara ok, þetta er algjörlega brilljant, við gerum þetta. Þannig að ég varst ekkert það og verandi svona tefla mjög lítið að stana og kom ekkert annað til greinin að taka á þessu móti, bara til að styðja við þetta frábæra framtak. Já, það verður svolítið að hrósa rafíþróttasambandinu fyrir bara að rífa þetta í gang. Já, heldur betur og bara svona sem dæmið það þá ég góðan vin sem ákvað að fljúga til Danmerkur daginn að horfa á heimsmeistaramóti í Dota. Og þar var bara pökkuð höll að horfa á einstaklinga í tölvuleik. Og hann sagði bara að þetta er mest í tilfinningarússibani sem ég veit og verandi þessi skákmaður geti aðeins tengt við þetta, hann er ennþá furðufugl í mínum augum sko, en enga síður. Þetta er klárlega framtíðin og það mun ekki koma neitt á óvart þrátt fyrir að kappskákmótum í rauninni fari fækkandi og netskákmótum fari fjölgandi. Ég er alveg sannfærður það. Já. Og Magnús Carlsen hefur meðal annars sagt þetta sjálfur. Það er bara of flókið að taka þátt í kappskákmótum í dag og því hverju verð hvort þú sért atvinnumæður eða ekki. Sko. Þannig þetta er framtíðin, alveg klálega. Áhugavert sjónarmið og gaman að heyra þetta frá Hjörvari. Kæru áhorfendur, við ætlum að gera okkur tilbúin fyrir verðlaunaafhendinguna sem að framfer hérna á Arena og það er Gunnar Björnsson, forseti Skáksambandsins sem að afhendi verðlaunin. Við ætlum að gefa Hjörvari andrými til þess að gera sig kláran í að taka við verðlaunum, taka við Íslandsmeistaratitlinum í netskák og ég ætla að nota tækifærið og þakka styrktaraðilum mótsins. Þetta skemmtilega mót sem er að ljúka núna, það eru Lengjan, Síminn, Ljósleiðarinn og Collab sem stóðu á bakvið þetta með rafíþróttasambandinu og aðkomu Skáksambands Íslands. Ég heiti Björn Ívar Karlsson og Ingvar Þór Jóhannesson sem var með mér hér í kvöld eins og áður með skákskýringar. Við þökkum líka þeim sem komu hérna til okkar í kvöld, Vigni Vatnar Stefánsson, stórmeistari og Björn Þorfinnsson. Þökkum Hjörvari og Helga fyrir frábært og skemmtilegt einvígi hérna í kvöld og öllum keppendum mótsins, 16 af sterkustu skákmeisturum landsins sem tóku þátt í þessu móti fyrir að skemmt okkur mjög. Ingvar, þetta eru svona fara að verða loka orðin hjá okkur hér í kvöld. Þetta er búið að vera skemmtilegt hjá okkur? Þetta er búið mjög skemmtilegt og bara vonandi eitthvað sem er komið til að vera. Og ég veit ekki betur en við komum áttur leiks eftir áramót. Já. Og vonandi með skemmtilegt mót. Ég veit ekki hvort það verið sama format eða hvort við breytum þessu eitthvað aðeins og prófa okkur áfram. En þetta er greinlega eitthvað sem að menn hafa gaman af og er komið til að vera eins og Hjörvar var að tala með framtíð skákarinnar. Og ég er sammála því. Spennandi tíma framöndan. Hjörvar, aftur til hamingju. Takk. Fara nú og taktu við verðlaununum og njóttu augnabliksins. Skottastu fram og takk fyrir að spjalla við okkur. Já, við gefum Hjörvari tækifæri til þess að fara og taka við verðlaununum og við ætlum innan skams að skipta yfir í aðalsalinn hérna frammi á Arena og sjá verðlaunaafhendinguna. Það hafa verið áhorfendur hérna fram í sal að fylgjast með og ég vona að það hafi verið góð stemning hérna. Ég gerir ráð fyrir því að það voru mættir hérna ýmsir svona skákmenn og skákáhugamenn til leiks að Já, Vigni Vatnar og Björn Þorfinnsson og fleiri, Gunnar forseti. Fleiri góðir menn. Jóhanna varaforseti. Já. Og fleiri góðir. Og já, það er góð stemning hérna á staðnum. Hjörvar var að tala að þetta væri framtíðin, netskákin, ertu sammála því Ingvar? Já, ég held svona í auknum mæli að netskák og svona einvígi sé eitthvað sem er komið til að vera klárlega. Já. Og við sjáum það að fremsti skákmaður heims, ég man ekki hvað hann er í dag, Hikaru Nakamura, hann er ekki langt síðan, hann var nummer 2. Hann hefur fært sig mikið yfir í hann á tímabili talan að væri bara streymari fyrir einhver atvinnumæður í skák. Einmitt. En svo einhvern veginn fór hann eiginlega að tefla aftur meira, þráttur hann væri eiginlega bara að streyma og tefla skákir á netinu. Og það einhvern veginn, hún fór bara að ganga betur og allt í einu var svona svolítið búin að detta niður og svo allt í einu nummer 2 í heiminum þótt að hann sé svona gerir grínið og segist það er hobby skákmaður. Einmitt. Já, þetta er alveg merkilegt. Þetta kannski svona þetta breytti svolítið hérna fyrir nokkrum árum þegar að menn fóru svona að færa sig meiri yfir í að tefla á netinu og svona út af svolítið, þá voru menn lokaðar af heima og þá bara nýttu menn sér það og hérna fór að halda netviðburði og það virtist lukkast bara mjög vel. Já,
En Erum við að fara að skipta yfir á Gunnar eða hvað? ég heldur síðan tilbúin að skipta yfir í salin. Það er Gunnar Björnsson, forseti Skáksambandsins, sem ætlar að afhenda verðlaunin og við skulum bara gefa honum orðið. Jæja, komið þið sæl. Mér langar að þakka þögnina í salnum, Vignir Vatnar og félagar. Mér langar að nota tækifæri og þakka Rafíþróttasambandinu fyrir frábært samstarf. Mér langar að þakka styrktaraðalum, mótsins, Símanum, Kollab, ljósleiðarunum og Lengjunni fyrir stuðningin við skákina. Áður við höldum áfram. Íslandsmeistarinn í netskák, Hjörvar Steinn Gretarsson. Já, Gunnar kallar hann að Hjörvar upp og þakkaði styrktaraðalum á þessu móti. Innilega til hamingju, Hjörvar. Vel að verki staðið. Og þarna kemur að nýja Íslandsmeistarinn í netskák, Hjörvar Steinn Gretarsson, stórmeistari. Stóð sér frábærlega í þessu móti og Helga Ólafsson í úrslitaeinvíginu var miklu öryggi. Og fór erfiða leið. Við höfum farið í það. Hann náttúrulega lagði Vigni fyrst. Já, hann vekk stóran bita í fyrstu umferð. Svo var það Jóhann, svo Guðmundur og nú Helgi. Hann lagði 4 stórmeistara, það var ekkert flóknara en það. Já. Og þarna eru þeir og Gunnar, forseti Skáksambandsins, afhendir þarna verðlaunin og þar með lýkur þessu móti, Íslandsmótinu í netskák, Íslandsmót Símans í netskák. Við erum búið að standa yfir síðan í september og það er búið að vera gaman að vera með ykkur, kæru áhorfendur. Gunnar tekur hérna að loka dansinn, kannski við hæfi. Já, við séum að fara að kvitta út hérna með einhverju dansbóru frá Gunnari. Já. En ég held að við förum að segja þetta gott hérna frá Arena við Smáratorg. Íslandsmóti Símans í netskák er að ljúka og við þökkum ykkur kæru áhorfendur fyrir áhorfið. Takk fyrir og verið sæl. Frábær sending hjá Dagnýju Brynjarsdóttur. Það var fantasískt.